Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 9. maí. Það var nokki beint upplífgandi að líta út gluggann þennan morgunin hér á höfuðborgarsvæðinu þegar hundslappa drífan barst af himni eins og ekkert væri sjálfsæðara þó komin sé inn í miðjan maímánuð. Við erum hérna með örlitla klippu úr hádegismóðunum frá því rétt áðan. Þetta ekki skemmtilegt. En við skulum vona að þetta sé páskarhetið og að það sé bara aðeins seint á ferðinni. Ég sagði reynda við syni mín í morgun að við skildum prófa að setja skóinn út í glugga. Það geti vel verið að jólasveinninn myndi ruglast í rýminu vegna alls þessa. En ég ætlaði líka að nefna við ykkur að bókaklúbbur Spursmála, hann auðvitað í fullum gangi og núna á miðvikudagskvöldið þá tók ég samtal við Geir H. Haarde ævisögu hans. Við hittust á vinnustofu Kjarval fyrir fullum sal, mikil stemning og gaman að fara yfir þessa góðu bók hans. Og við ætlum núna í þessu mánuði að fara yfir Kúbudeiluna eins og ég hef áður nefnt. Hún eftir Max Hastings, þýdd af Magnúsi Þór Hafsteinsinni og í lok þessa mánaðar ætlum við að hittast að nýju og fara yfir þá merku sögu. Þar að finna margar áhugaverðar frásagnir og lýsingar sem að hægt að heimfæra á daginn í dag og þau stóru tíðindi sem að við erum að lifa vítt og breytt heimsbyggðina. Og talandi stórviðburði í heimssögunni, hér á forsíðu Morgunblaðsins erum við með glæsilega ljósmynd af hinum nýja páfa, Robert Francis Prevost, kardinála, sem hefur tekið sér páfanafnið Leo XIV. Hann tekur við af Frans I sem lést í liðnum mánuði og þarna hann að veifa til tuga þúsunda manna á Péturstorginu í Róm. Við óskum honum velfarnar og munum þetta ræða aðeins þetta páfakjör hér í fréttum vikunar rétt á eftir með þeim Urði Örlygsdóttur og Oddi Þórðarsinni. Þau eru bæði fréttamenn á Ríkissjónvarpinu. En það eru fleiri mál hér af heimavelli líka. Í vikunni urðu þau tíðindi að einkafyrirtæki tók við rekstri fríhafnarinnar í Keflavík. Það gríðarstór verslun sem að flestir Íslendingar þekkja vel. Þar hefur fólk keypt áfengi og tóbak og sælgæti og snyrtivörur áratugum saman. Og nú ríkið hætt að reka þessa verslun sjálft, það að segja Isavia, og hefur falið þýsku risafyrirtæki einmitt á vinnu. Það áhugaverð staðreynd í ljósi þess að mikið hefur verið deilt það hvort að ríkið hafi einkaleyfi á áfengisölu í landinu. Margir hafa haldið fram að ÁTVR og Ríkissjóður séu þau einu sem að megi gera það innan landamæra Íslands og að einkaaðilar eigi ekki að skipta sér af slíkum rekstri. Nú hefur ríkið með próaktífum hætti tekið ákvörðun að fela einkaaðila sölu á áfengi í einni stærstu áfengisverslun landsins. Þá hlýtur hið sama að ganga yfir alla aðra verslunareigendur og spurningin hvort að þarna hafi dauðadómurinn verið felldur yfir áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Það mun auðvitað koma í ljós. Ég hafa undanförnu lent í dálitlu vesenni með að ná í þingmenn Samfylkingarinnar. Samfylkingin virðist ekki vera mjög spennt fyrir því að mæta hér á vettvang Spursmála. Og ég velti vöngum yfir því af hverju það hefur reynst erfitt, ekki hafa þingmenn aðra ástæðu en þá að mæta í þættir sem þessa til þess að bera rök á borð fyrir sínum sjónarmiðum og þeirri stefnu sem að flokkur þeirra stendur fyrir. Nú hef ég fengið það staðfest að framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar, Þórður Snær Júlíusson, hefur lagt mikla áherslu á að þetta fólk mæti ekki hér í þáttinn og ég verð að viðurkenna að mér finnst það hvorki lýðræðislegt né skynsamlegt. Ég skil ekki þingmennina þó að ég kunni að skilja Þórð Snæ persónulega. Sennilega þetta hérna ástæðan fyrir því að hann vill ekki að þau komi hingað á þennan vettvang. Og mér langar bara til að spyrja þig vegna þess að nú stefnir ég að þú farin á þing eins og ég nefndi í upphaf máls míns og þarna eru svona, ég leyfi mér að segja ýmis skrif sem að skera þetta í augu og mér langar til þess að því að þú skrifaði þetta undir dulnefninu Þýska stálið. Hér einn texti sem að mér langar til að bera undir þig. Og tilvitnunin hefst, konur eru flugklárar, miklu klárar en innfæðningarnir við sem getur mest á 3 áhugamál. Það taka eftir öllu og kryfja það. En það eru líka lævísar, miskunnarlausar undirförlar tíkur sem svífast einskis til að ná því fram sem þær vilja og helst með því að láta sjálfa sig líta út sem fórnarlömb
atburðarásarinnar á meðan. Hvað höfundur þessa texta að fara? Já, þetta bara heimskulegt rant á bloggsíðu mann sem rétt rúmlega 20. Þetta svona þessi stemning sem var þarna. Varst í ástarsorg? Já, getur með þess að mjög vel verið. Það eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvaða erindi þetta á. Nei, ég tel ástæðu vegna þess að þú ert að stíga inn á þitt pólitíska svið. Þú hefur þetta mikið fjallað skrif annars fólks líka einkaskilaboð. Eitthvað sem ég skrifaði áður en að ég var fjölmiðlamaður. Nei, það held ég nú reyndar ekki. Mér finnst það nú eiginlega mjög líklegt þessi færsla þótt að hinn gæti hafa skarast við það. Þetta líka áður nú sest í stjórn UN Women. Já, töluvert áður. En lýsa þessi skrif þá ekki viðhorfinu til kvenna? Sjálfsögðu ekki, Stefán. Þá liggur það allavega fyrir. Bara, þetta væntanlega í einhverju samhengi. Ég náttúrulega hef ekki lesið þessa texta í 2 áratugi, sko. Nei, en þetta eru endurtekið skrif. Þú segir líka hér þeir væru kallarnir endalaust frústeraðir og pirraðir þar sem meirihluti kvenkyns viðurkennir ekki að þessu jafn graðar og við og nota kynlíf til að stjórna körlum. Þetta svona grínrant og allt efnið á þessari síðu svona. Já. Og svo bara hættu við. Þarna voru alls konar menn sem settu alls konar hluti inn. Já. Og þetta var menningarlegt. Þetta ber ábyrgð öllu sem ég sett fram en ekkert af þessu á neitt skilið við mínar meiningar eða skoðanir á konum eða neinu öðru. Þannig var nú það. Þetta nú reyndar ekki alvarlegustu skrifin sem að fundust á þessari bloggsíðu Þóra Snæs þvert á móti. Sú afhjúpun varð að lokum til þess að hann afsalaði sér þingsæti. Hann að skrifa þetta þegar hann á 30-aldri og við skulum vona hann hafi þroskað síðan. En ég verð að viðurkenna að sú afstæðans að þingmenn Samfylkingarinnar eigi ekki að koma hingað spursmál lýsir ekki miklum þroska. Við skulum vona að þau láti sjá sig hér innan tíðar og gaman væri þetta að fá Þór Snæ í þáttinn sömuleiðis. Við ætlum að ræða, eins og ég sagði, við Urði Örlygsdóttur og Odd Þórðarson hér á eftir, en við ætlum líka að ræða við Sigríði Á Andersen, þingkonu Miðflokksins og Hildi Sverrisdóttur, þingkonu Sjálfstæðisflokksins. Það ætla að fara yfir hið pólitíska landslag og í lok þáttarins kemur til mín Jón Magnússon, hæstaréttarlögmaður. Hann hefur ýmislegt við það að athuga hvernig KFUM tók á málum séra Friðriks Friðrikssonar heitins sem var prestur og æskulýðsfrömuður í Reykjavík hér í upphafi 20. aldarinnar. Mjög forvitnilegt samtal leyfi ég mér að fullyrða. En fyrst þetta. Einhvern veginn hafið á tilfinninguna að Suns Out, Guns Out hafi svo lítið verið þema vikunar. Það ansi freistandi að láta það reyna að fá 3 freknur og smetti með því að sleikja sólina í þetta korter sem hún lætur sjá sig. Sólskinsvíman, hún virðist líka stuðla að aukinni hreyfingu og í kjölfarið eru allir samfélagsmiðlar morandi í einhvers konar hlaupa, hjóla, ræktar, kílómetrafjölda, fjallahæða, montstatusum. Sér í lagi á samfélagsmiðlum stjórnmálafólks sem finnur náttúrulega þörf fyrir að monta sig á öllu sem það gerir. Öllu. En það var einmitt hreyfimont sem einkenndi samfélagsmiðlafærslurnar í líðandi viku ásamt ammælismonti. Það áttu greinilega allir og ömmur þeirra ammæli síðastliðna daga. En það kannski ekkit íslenskar en það að allir eigi ammæli á þessum tíma árs. Því það eru náttúrulega alltaf sléttir 9 mánuðir fyrir verslunarmannahelginni núna sem þýðir full meðganga sem þýðir að gröðustu partydýrin að þau hafi bara hent í getnað. En ókei, hvað það? Fjalla, halla, hlaupa, halla eða bara okkar eina sanna hallarhund hendist í Herjólfum síðustu helgi og hljóp maraþon á samt eigimanni sínum í Lundarhlaupinu í Eyjum í blíðskapar veðri. Hún fór sko létt með það og blés svo allum nös, algjörlega geggjuð. Tokka Gunn trimmaði upp á Skálafell frá Ytri Þurá í vikunni. Landakort, please, einhver. Það eru nefnilega ekkert allir jafn kunnu í staðháttum allar heimsins bújarðir og sveitabíli. En allavega, hún var í sérlega góðum félagskap, vinkvenna sinna þeirra Tobbu og Birtu, en Birta sko lóðvinkona Toggu sem greinilega fær mjög oft og mikið að éta og hefur kannski bara gott að því að fara stundum upp á fjöll án þess nú að vera eitthvað fytusmóna menn eða dýr. Og svo fór hún líka til Svíten með Höllu Tom, forseta og COVID-ölmu. Ég nefnilega held að þær séu sko orðna bestís núna, það var ykkur að tala það. En þær fór allavega í ríkisheimsókn til Svíakonungs og hittu þar alla sænsku elítuna og fullt af einhverjum silkjuhúum sem að svona meðalgrindir manna bara eins og ég og þú kunnum engin deili á. Heiðvirtasti borgarinn Heiða Björg borgarstjóri hleypti þingdastjórnunar átakinu hjólað í vinnuna á stokkunum og dögunum og þar með þeytist hún nú alla borg á reiðhjóli eins og Gísli Marteinn vinnurinnar enda eru þau fyrirmynda borgarar þau tvö. Hinn margrómaði sjálfu kongur Íslands Pavel Bartosek var í megastuði í vikunni og skilaði 3-faldri heimavinnu. Hann er heldur betur búinn að stúdera réttu handtökin til þess að taka hina fullkomnu sjálfu. Sjáu þennan snúð?
mesta krútt í heimi. Pírataprinsessan og loftslagsriddarinn Dóra Björt flaug frá Keflavíkurflugvelli til Litháen í flugvél, mjög stórri farþegaflugvél eða mjög stórri breiðþotu sem brennir mjög miklu eldsneyti til að vera viðstödd loftslagsráðstefnu og sækja viðurkenningarskjal í þágu loftslagsmála. Já, einmitt. Talandi að vera kannski okku-ponku pínu lítið smá í þversögn við sjálfa sig. En vonandi var bara gaman. Alltaf gaman að komast á loksins bara í fríhöfninu og ná sér í eins og eitt tyggjókartón eða svo. Eða er það alveg búið eða? Inga Sæland hugsaði síns eigin stippi í vikunni eins og svo oft áður og tryggði sér pláss á hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði. Ekki er hún nú að yngjast neitt frekar en við hinn, en hún tók fyrstu skóflustunguna að 9 hjúkrunarheimili þar í bæ og gerði hún það bara býsna vel. Þetta er alveg augljóslega ekki fyrsta eða síðasta djúpa holan sem hún grefur. 1, 2 og lyfta! Já, ég var búin að segja ykkur frá allri afmælisdópíunni og hún Rósa Guðbjarts veit heldur betur hvað klukkan slær. Því hún segir 60-aldurinn vera hinn nýja fertugsaldur. Við skulum bara leyfa henni að halda það. Maður er alltaf að bera virðingu fyrir eldra fólki. Þessari rándýru mynd úr 60-afmæli blaðasnápsins Dresa Mag deildi hún á Instagram og ég hef bara hugsað nú með hvað ætli þessi samkoma sé sem partírefurinn Jakob Frímann Magnússon lætur sjá sig í. Ég efast að einhver kunna telja svo hátt. Snúli Másson átti afmæli á dögunum og afsannaði þar með kenningu Rósu því ef maður vissi ekki betur þá héldi maður að hann væri að fagna 58 ára afmæli en ekki 28 ára. Bara svona miðað við áhugamál, talsmáta, klæðaburð og fas og ýmislegt annað. Samt alltaf flottu mest í snúllin, það breytist náttúrulega aldrei. Til Hammó með Ammó, snúllhaus. Hildur Björns fagnaði 11 ára afmælisdóttur í vikunni með sætri myndafærslu á Instagram. Svo cute! En það vekur líka alltaf jafn mikla athygli hvað Hildur Björns, þessi rólindis sæta og geðþekka dúkkustelpa, hvað hún verður alltaf reið þegar hún ræður öll skipulagslýsin í borginni. Ég er alveg sammála henni þarna. Ég meina, hvernig á fólk að geta tanað sem býr í öllum þessum skuggahverfum víðsvegar borg? Er enginn að pæla í D-vitaminskorti landsmanna lengur? Sanna Magdalena var 33 ára afmælisprinsessa á dögunum. Til hamingju með þig, flotta kona. Tók hún til hendinni og sótthreinsaði heimilið áður hún hélt upp á árin 33 með góðum vinum. Dulli Deppa, við erum svo stolt af þér! Krulli Sibbason, bróðir Áslaugar Örnu átti líka afmæli í vikunni og sjálfsögðu deildi hún krútlegri afmæliskveðju til bróður síns enda hafa þau systkinin gengið í gegnum þunnt og þykkt saman. Svo var náttúrulega alger flugeldasýning þegar Áslaug greindi frá því að hún ætla að setjast á skólabekk í New York. Við erum strax svo sorgmætt af söknuði að við viljum bara varla ræða þetta. Bara farvel, Slauga. Ingibjörg Ísaksen, hún átti líka afmælisdóttur á dögunum og skemmti fjölskylda sér vel á einhverjum boltakappleik einhvers staðar í útlöndum. Hei, gaman! Heyrðu, svo er það afmæli aldarinnar. Dísa Skvísa, borgarstjóri í Kópavogi, jú víst, Kópavogur er bara víst borg. Hún ætlar að bjóða landsmönnum öllum í köku og með því í Smáralind á laugardaginn í tilefna 70 ára afmæli Kópavogsborgar. Kópavogsgengstirinn, herra Hnetusmjör, hann ætti náttúrulega að henda í afmælisöng. Er það ekki? Ég skal bara hjálpa þér, herra, bara svona til að koma þér aðeins á stað. 70 ár, Coop City, að búa þar er bara alls ekkert city með Ásdísi Kristjáns í brúnni. Hei, náið í champagne handa frúnni af dýrustu sort. Þá sleppum við að senda bænum afmæliskort. Ok. Það er komið tími til að tóna þetta eins niður. Right, step right, shine bright. Feels right, step right, shine bright, just right. Velkomin í heim þar sem allt er í fullkomnu flæði. Nýr og alrafmagnaður Kia EV6. Forsala er hafin. Askja. Komið sælað 9. Hingað eru komnir 2 fréttahaukar úr Efstaleiti, góðu vinnir okkar, Oddur Þórðarsson og Urður Örlygsdóttir. Þau þekkiði auðvitað af skjánum, þó að það sé af annarri stöð eða úr öðru samhengi heldur en þessu hér. Þau hafa eins og mætinga áður og stóðu sig með slíkri príði að við töldum á mikilli fréttaviku nauðsynlegt að fá þau á staðinn. Komið sælblessuð.
Er þetta ekki rétt lýsing hjá mér? Jú, það má segja Mjög ánægð með þetta. Það var gaman að koma síðast. Alveg ósköttuð sem þið komið frá því. Já, svona að mestu leyti. Þannig að við sjáum hvernig það fer núna. Allan er búin að jafna ykkur. Já. Við erum náttúrulega eins og allir heimsins miðlar með á forsíðunni þennan stór viðburð frá Vatíkaninu, Péturs torginu sjálfu í gær. Bandaríkjamaður, kjörinn páfinn í Róm. Þetta kom, er það ekki öllum óvart? Jó, þetta kom flestum óvart og það hefur gert það svona undanfarið. Ég meina það voru fæstir sem spáði því að Frans fyrsti yrði kjörinn á sín tíma og sennilega fæstir sem spáði því að Róbert Prevost yrði næsti páfi. En þetta er merkilegt fyrir margar hlutasakir og ekki síst að hann er fyrsti bandaríkjamaðurinn. Og menn svona velta því fyrir sér hvaða þýðingu það hefur og hvaða áhrif það mun hafa. Honum er lýst sem svona hálfgerður miðjumanni, hann er svona frjálslyndur og íhaldsamur í bland, segja sumir, og svona aðrir sem vilja greina þannig, hann sem er líkur Frans páfa, sem hann frjálslyndur í meira lagi. Er hann framsóknarmaður innan kaþólsku kirkjunnar? Já, það má segja það, hann er svona framsóknarmaður, það er svona gamla bændaflokknum innan kaþólsku kirkjunnar. Þú má kannski orða það þannig. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá svona hvaða stefnu hann tekur í þessu embætti, og þetta er embætti sem hefur mikil áhrif á hálfan annan milljarð manna alla veröld. Hann náttúrulega var ekki mjög sýnilegur opinberlega, við heimurinn þekkt hann ekki, en Frans páfi hafði valið hann sem í raun yfirmann á biskupavali innan kaþólsku kirkjunnar. Það hlýtur að vera mjög áhrifamikið embætti þrátt fyrir allt innan kerfisins. Jú, og það er tiltölulega nýlega og það er ekki fyrir bara 2023 að hann gerður kardináli, ef við erum að fara rétt með þannig að svona hinir kardinálarnir þeir hafa þekkt hann og hann var náið með páfa en við hinn sem að svona búum í öðrum löndum og fylgjast ekki eins vel með, við þekktum hann ekki, þannig að þess vegna verður mjög gaman að sjá svona hvert hann fer með kirkjuna núna. Hann er guðfræðina menntaður starffræðingur. Já, einmitt, ég sá það í gær, mjög áhugavert. En sko, nú er ég bara að spyrja, skiptir einhverju máli að hann sé bandaríkjamaður? Mun það hafa áhrif á svona hvers konar páfa hann verður og að hann var kjörinn núna? Sko, það er náttúrulega, hefur svolítið verið svona óskrifuð og ósögð regla að bandaríkjamaður sé ekki páfi. Bandaríkin eru auðvitað stórveldi og þess vegna hefur það ekki verið venjan að maður sem að svona embætti síns vegna þurfi ofta að adressera eitthvað sem að stórveldin er að gera og jafnvel veita þeim einhvers konar aðhald, trúarlegt, að það sé ekki maður sem er komið frá stórveldinu sjálfu. Kannski að þetta breytast, kannski stjórnmálaástandið þannig í Bandaríkjunum í dag að það þurfi einmitt einhver að vera til þess að ávarpa það. Þarna er kominn bandaríkjamaður sem að vissulega bjó áratugum saman í Perú og talar bæði spænsku og ítölsku líka. En bandarísku ríkisborgari væntanlega. Akkúrat, og sem talar væntanlega ensku með bandarísku hreim og getur ávarpað landa sína þar mjög beint og beinskeytt og kannski er einhver þörf á því, kannski hafa kardínálarnir talið einhverja þörf á því, maður veit það ekki. Hann getur náttúrulega ávarpað Donald Trump, hann virtist vera bara óskaplega ánægður með þetta, maður hefði alltaf getað búist við að bara tekja eitthvað brjálæðskast. Já, hann virtist vera mjög ánægður með þetta. Já, sagðist hlakka til að hitta nýjan páfa og það verður nú sjónarspil þegar það gerist. Já, spurning hvort að þessi páfi muni leggja leið sína hingað þetta við höfum aðeins einu sinni fengið heimsókn frá þessum æðstamanni kaþólsku kirkjunnar. Jóhannes Páll annar mætti hingað minni mig undir lok 9. áratugar. Já, 80 eitthvað, já, akkurat. Þetta er auðvitað sjónarspil, við veltum fyrir okkur áhrifum kirkjunnar. Þetta er þrátt fyrir allt gríðarlega áhrifamikið embætti þó að margir á Vesturlöndum virðist vera afhuga kirkjunni. Já, ég meina þetta skiptir náttúrulega miklu máli, þetta er eitt stærsta trúarfélag í heimi og náttúrulega mörg verkefni sem bíða þessa páfa, allt sem er að gerast í heiminum í dag og þeim mál sem hafa komið upp innan kirkjunnar líka, þannig að þetta verður mjög áhugavert að sjá. Það er tala líka að hann sé frjálslyndur og maður svona velti fyrir sér sko hvað þýðir það í þessu samhengi. En já, maður er bara svona spenntur að sjá hvernig það verður og ég skal alveg viðurkenna, ég hef ekkert haft mjög mikinn áhuga á þessu páfagerðu þó svo þetta skipti þetta miklu máli, en þetta er náttúrulega, það er ótrúlega gaman að sjá þetta eins og hérna í gær þegar að hvíti reykurinn kemur upp og það er allt þetta fólk að bíða, ég var að horfa á fréttirnar í gær að þú veist, maður sé bara eitthvað börn á háast á foreldrum sínum bara grátandi þegar nýr páfi kemur út, sko, því maður tengir kannski ekki endilega við þetta sjálfur. Nei, einmitt. Já, við erum ekki vönd þessu úr mótmælandi kirkjunni. Nei, þetta er mikið sjónarspil og þetta get ég sagt eigin reynslu komið nokkru sinnum bæði á Péturs torgið og í Péturs kirkjuna sem er stærsta kirkja í heimi að þetta er auðvitað ótrúlegt fyrirbæri. Páfasafnið líka í Vatíkaninu og annað, þannig að það er full ástæða til að hvetja fólk til þess að leggja leið sína til Rómar og kynna sér þessa miklu menningu. Og það eru 12-13 ár síðan að Frans páfi var kjörinn. Já. Og Leó 14. hann er verður hann ekki 70 í ár? Jú. Þannig að þannig að gefum okkur það, kannski
verði í 20 ári viðbútt, þá munum við ekki sjá hann að páfa næstu 20 árin. Þannig að þetta alltaf stór viðburður og búið mjög gaman að fylgjast með. En enginn veit sína æfina, við höfum líka haft páfa 20 sem að tólðu bara í 3 mánuði. Já, akkurat. Það allt til þessu. Þetta allt gerst, já. En hvernig... Óskum honum langlífis. Akkurat. Hvernig velja þeir sér nöfn? Það bara... Það bara einhver persónulega ákvörðun heldur ég. Já, það lag nú reyndar út að hann hefði ráðfært sig kvöldið fyrir þessa lokaniðurstöðu. Það hefur greinilega stemt í þess átt við bræður sína 2 og hann auðvitað þarna í langri röð Leóana. Frans fyrst merkilegur auðvitað fyrir það sakir að hann tekur sér fyrstur þetta nafn, þessa mikla dýrlings. Leó 13. ef ég maður rétt pái sem að fellur frá í upphafi 20. aldar. Já. Og var umbóta sinnaður og þeir hafa verið taldir það sem hafa búið þetta nafn. Þetta er aldrei svona vígalegt nafn. Já, Leó. Já, akkurat. Já, merkileg saga. En það eru fleiri tíðindi af alþjóðasviðinu. Maður hefur andaktugur og hálf skeldur fylgst með þessum atburðum í Kasmír héraði. Oddur, þú hefur flutt okkur fréttir af þessum vettvangi, reyndar oftar en einu sinni, en núna slík stigmögnun milli kjarnorkuveldana Pakistans og Indlands að það gæti endað með styrjöld, stór styrjöld. Já, það gæti gert það og þetta mjög ljótt að sjá að það liggja tugir í valnum eftir svona árásir og skæru getum við sagt og kjarnorkuveldi 2 og svona miklir og svarnir óvinir og það halda allir niður í sér andanum og vona að þetta fari ekki illa. Þetta engin smáríki, Indland fjölmennasta ríki í heimi og Pakistan held ég 5. fjölmennasta ríki veraldar. Einmitt nákvæmlega. Þannig að það gríðarlegur kraftur sem að býr þarna baki og sem að hægt að leysa á læðingi út í það fer. Og það eitthvað sem við viljum ekki sjá og það mjög djúpt á þessum átökum. Þetta búið að vera áratugi að malla og það hefur soðið upp úr áður, bæði með allsherjar stríði og líka svona minni skærum, getum við sagt, á átökum. Við vonum auðvitað að það sé tilfelli núna, ekki það að það verði svona heitt stríð úr þessu. Það hefur ekki gerst síðan áður en að þessi ríki urðu bæði kjarnorkuveldi og það er svona spurning hvort að menn svona kannski fari sér hægar í ljósi þess að þau eru búa bæði við gereyðingavopnum. Ég held að tíminn muni bara leiða það í ljós næstu dag og vikurnar, svona hvert stefnir. Ég ætla nú að svona leiða mér að vera það glannalegur að spá að það sjóði ekki algjörlega upp úr, að þetta haldist afmarkað að þessu leyti, að það getur komið til einhverja frekara átaka, en að það blossi ekki upp hér styrjöld milli þessara tveggja valdamiklu ríkja. En nú erum við nú á vettvangi bókaklúbs Spursmála núna að lesa okkur í gegnum Kúbudeluna frá 62 og menn eru mikið að velta fyrir sér ákvarðanatöku leiðtoga. Menn eru oft að taka ákvarðanir með takmarkaðar upplýsingar og menn óttast stigmögnun átaka og jafnvel notkun kjarnorkuvopna ef að menn misreikna sig. Það í þessum aðstæðum alltaf líklegt að menn misreikna sig öðru hvoru megin víglínunar. Já, ekki spurning sko. Og það er mikill hiti og það er trúar hiti. Við vitum það að hindúar á Indlandi og múslimar í Pakistan hafa eldað grátt silfur saman langa hríð og sérstaklega þegar Bretar skiptu þessu ríki upp á sín tíma og gerðu það þessum 2 ríkjum að þá endaði það mjög illa mjög víða og þannig að það er djúpt á þessum átökum og það að þessi verið að ífa upp sárin einhvern veginn með þessum hætti það er mjög hættulegt og eins og segið við höldum öll bara niður í okkur andanum hreinlega meðan að við fylgjumst með því hvernig þessu vindur fram. Líka á tímum þar sem að aggressjónin virðist ráðadóttir fyrir pólitíkina þar að sjá atburði eins og í Rússlandi og Úkraínu fyrir botni Miðjarðarhafs í samskiptum Kína og Tævan og annað að þetta er ekki björgulegt. Nei, alls ekki og ekki á það bætandi að fá svona annað stríð einhvern veginn ofan í öll hin sem að geisa. Við vorum nú að minnast þess í gær að það séu 80 ár liðin frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Í Evrópu. Í Evrópu þar að segja, já, rétt og svona á þeim tímamótum erum við einhvern veginn svona á varðbergi gagnvart þeim átökum sem geisa í heiminum í dag og útlitið hefur kannski bara aldrei verið svartara einmitt núna eins og það var þá. Frá lokum allavega kalda stríðsins. Já, akkurat, já, nákvæmlega, já, má segja það. Nóg af tíðundum frá Austurlöndum. Þið hefur verið að fjalla með mögnuðum hætti mál sem að tengjast njósnafyrirtækinu PPP. Þið vorum með Kastljósþátt núna í vikunni þar sem að ljósið varpað á það að mjög viðkvæm gögn sem að hið opinbera hefur aflað með dómsúrskurðum, hlerunum og öðru slíku virðast bara verið í dreifingu. Þetta hefur einhvern veginn komist út fyrir veggi sérstaks saksóknara. Þetta er rosalega alvarlegt mál.
Já, þetta er bara alveg ótrúlegt mál og svo margar spurningar sem vakna í kjölfarið. Ég meina, það er alltaf komin meir en áratugur síðan að þessum gögnum var aflað og þau hafa einhvers staðar legið og maður spyr sér sko, þú veist þess að staðan í dag, hvernig er gætt öryggi slíkra gagna. Ég meina, eins og við erum að tala þarna var bæði búið að stela gögnum úr rannsóknum lögreglu þegar þeir voru að starfa þar og gögnum frá sérstökum saksóknara. Og þarna erum við að tala líka sko, eins og kom fram í Kastljósþættinum núna á miðvikudaginn, að þá er þetta mikið að gögnum viðkvæmum persónlegum gögnum sem höfðu ekkert með þessi mál að gera. Þannig að þessum gögnum hefði raun átt að vera eitt bara leið og þeim var aflað eins og til dæmis ef við kemur símhlerunum. Það sem eru samtöl milli fólks jafnvel mjög persónleg og viðkvæm mál en tengjast ekki rannsóknarhagsmunum út af hruninu? Nei, enga veginn. En greinilega hefur verið haldið í þau til þess að sita á einhverju, allavega maður myndi svona gera ráð fyrir því. En þetta er bara heiða ótrúlegasta mál og það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig verður tekið á þessu. Ríkissaksóknari er með þetta hjá sér, hún hefur ekki viljað veita viðtal, við erum búin að hafa samband við hana í nokkrar vikur og hún hefur vitað af þessum umfjöllunum. En hún hefur ekki viljað veita viðtal, en nú eru þau með 2 mál til skoðunar, er varðar umfjöllun RÚV. En er ekki líka allt samtvinn að maður veldur sig að geta þessi embætti rannsakað, það er samgangur milli starfsmenn fara á milli, núverandi dómsmálaráðherra var saksóknari við embættið, þetta er einhvern veginn svona, maður getur allavega ímyndað sig að það fólk sem var fyrir barðin á þessu, að það sé vantrúað á að þetta fólk sé bært þess að finna lausn á þessu. Já, maður skilur það alveg, en það verður einhvern veginn, hver á þá annars að taka við þessu? Þú veist, þetta er allavega eins og dómsmálaráðherra sagði í gær, þetta er allavega komið í einhvern farveg innan kerfisins, en ég held við þurfum bara öll að spyrja okkur núna, sko, hvernig er staðið að öryggi og varðveislu mjög viðkvæmra gagna og það er náttúrulega líka traust almennings til lögreglu og þeirra sem þar starfa, það rýrnar við svona umfjöllun. Það hefur beðið hnekki líka út af aðkomu varðstjórans að njósna starfseminni sjálfri, maður er hreinlega bara trúir þessu ekki. Og hann var auðvitað bara starfandi þar til að þessi umfjöllun kemur upp, þú veist, og það er náttúrulega ótrúlegt og það er náttúrulega eitt af þeim málum sem að ríkissaksóknari er með til skoðunar núna, hans aðkoma að þessu. Þetta hefur komið upp á yfirborði áður eins og þegar að í ljós kom að saksóknari hafði hlerað símtöl lögmanna og skjólstæðinga þeirra. Fóru menn ekki einfallega bara yfir strikið í einhverju réttlátri reiði við uppgjörið hrun? Ef maður hefði haldið að þarna væri allavega einhver augljós markalína sem að menn mættu ekki þar yfir? Já, sko ég hef nú að vikna þetta svolítið fyrir mína tíð þegar að þessi mál kom upp. Ég hef sannlega verið ennþá í grunnskóla eða eitthvað líka. Ég hugsa mitt fyrir okkur, sko, þá er það svo ótrúlega langt síðan fyrir okkur sem yngri eru sér að þetta var. En jú, ég meina þú veist, ef maður svona horfir í baksýnisspegilinn og svona kynni sér þessi mál, þá virðist í rauninni, þetta var náttúrulega, það er enginn upplifað hana eins og þetta voru stór sakamál. Þannig, en jú, mér finnst svona flestir einmitt tala það þegar að leita tilbaka, það hafi kannski verið farið. Já, menn hafa kannski ekki alveg vita nákvæmlega hvað þeir voru að gera og það hefur verið brotið á mönnum, en ég meina unnu þeir sem að voru hleraðir eða samtöl þeirra og verjandi þeirra, þeir unnu náttúrulega mál þetta varðar. Stemningin auðvitað rafmögnuð í samfélaginu á þessum tíma. Mjög. Og kannski ekki skrítið að menn spyrja sig hvort á geist hafi verið farið og svo er svona sú spurning sem að vakna núna hvort að það sé hafið einhvers konar uppgjör að það verði að gera uppgjörið, það er að segja að það sem er áhugaverðast í þessu er að við sem þjóðfélag verðumst einhvern veginn ekki geta hrist af okkur hrunið, sama hvað líður langur tími, þetta hvílir á samfélaginu. Ég tók viðtal við Geir H. Haarde í fyrrnefndum bókaklúbbi núna á miðvikudagskvöldið, við vorum að ræða ævisögun og sérstaklega kaflanum hrunið og þetta landsdómsmál gegn honum er auðvitað eitt dæmi um það hvernig menn mistu fókus og töpuðu sér því að það stóð ekki steini við steini. Mjög áhugavert að fara yfir það mál með honum á þessum tímapunkti. Pólitíkin almennt, það hefur nú ekki verið tíðindalítið eins og við þekkjum starfandi á þessu vettvangi. Þingið er núna einhvern veginn komin í loka fasan fyrir sumarleyfi, við ætlum að reyna að klára þetta miðjan næsta mánuð. Hafið þið tilfinningu fyrir því hvernig úr þessu muni spilast? Já, það er spurning. Það er náttúrulega, þú veist, þetta veiðigjaldafrumvarp, það er náttúrulega svona kannski ber hæst í þessu, tekst að koma
því í gegn fyrir sumarfrí og við vitum það auðvitað að ef það tekst ekki þá þarf að leggja það mál fram að nýju á nýju þingi sem að hlýtur að vera eitthvað sem að stjórnarmeirihlutin vill ekki þurfa að gera, klára þetta núna og það verður mjög fróðlegt að sjá, það eru líflegar umræður í þinginu og gaman fyrir okkur sem að fylgjast með að svona lesa í allt sem að þar kemur fram og svona lesa í svipbrigði fólks sem að sitja út í þingsal og annað, þetta það er fjör í þinginu getur við sagt, en það verður fróðlegt að sjá hvort það takist að koma þessi gegn fyrir sumarfríið ekki. Já, það verður myndið verið áhugavert líka þegar þetta er alveg nýtt, þú veist, við erum með nýja stjórnarandstöðu og nýja ríkisstjórn og já, þetta er bara verið mjög líflegt hingað til. Kristrún verðist nú sérlega vel í gegnum þetta, mælist með mikið fylgi, en eins og núna í strandveiðunum sem eru hafnar vítt og breitt um landið að það er komið í ljós að þau geta að þeir verðist ekki staðið við loforðið sem þau gáfu. Það fyrsta sem atvinnuvegaráðherra sagði þegar hún tók við var það að það hefði forgangsmál að tryggja strandveiðarnar 48 daga, skerðingalaust eins og Flokkur fólksins myndi orða það. Það er ekki til fiskur í sjónum eða heimildir til þess að tryggja það? Nei, einmitt. Þetta er svona eitt af þessum málum sem að svona einhvern veginn hefur einkennt þessa fyrstu daga þessar ríkisstjórnar og Flokkur fólksins og þetta með svolítið eindregna afstöðu þessu og verður svona skemmtilegt að fylgjast með hvernig það rímar við afstöðu hinna stjórnarflokkana og annað sko og það verður held ég svona yfirskrift þessari ríkisstjórnar svolítið svona fram á veginn, hversu vel ná þessi flokkar að samræma sín stefnumál þegar þau komu upp. Það er að taka fleiri málum eins og þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandsaðild og það er... Já, við erum eftir að koma að stóru málum. Já, og mikið sko, og þetta er kannski eitt af þeim, svona hvort það kannski ber einhvers þar í milli. Fyrstu fjárlögin, þau eru framöndan. Akkurat. Íslandsbankin verður seldur núna bara allra næstu vikum, er það ekki? Jú. Skilst það? Já. Ætlaði að kaupa hlut? En mann er já, vondi. Já, ef mann er boðið, allir það sem fyrirkomulagi afstöðu, það er spurning. Já, þeir eru að segja að okkur verður öllum hleypt að borðinu. Já, ok. Það er spennandi. Já. Þakka ykkur kærlega fyrir komin að fara yfir þessi miklu tíðindi víða að. Það er gott að heyra í þeim sem að standa í storminu miðjum. Oddur og Urður. Takk kærlega fyrir. Og góða helgi. Sömuleiðis. Hér eftir örskamastund þá eru það þingmennirnir Sigríður Andersen og Hildur Sverrisdóttir. Það er allir að koma inn á þessi mál sem við tókum fyrir hér rétt í lokin. Það eru veiðigjöld, strandveiðar, bankasala, saksóknaramál og margt fleira. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Upplifðu hámarkstempun og þægindi. Sportís, Skeifunni 11. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Ná, komið þið sæl á nýjum. Við erum búin að fara hér yfir fréttir vikunar með þeim Oddi Þórðarsinni og Urði Örlygsdóttur, en það eru þetta fleiri fréttir í vikunni sem að tengjast ekki síst þinginu. Það er í fullum gangi og mér skilst að mönnum að það sé stefnt að því að ljúka þingstörfum í ekki seinna en 17. júní. Við vitum hins vegar ekki hvort að það takist. Kannski fáum við svör við því hér eftir skammar stund því að það eru komnar hingað Hildur Sverrisdóttir sem er þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og Sigríður Andersen sem er þingmaður Miðflokksins. Komið þið sælar. Velkomnar. Takk fyrir. Hver er staðan í þinginu? Það verður að sagja ykkur málþófi í sambandi við veiðigjöldin. Ætlið þið að halda þinginu á störfum langt fram eftir sumri? Við erum bara að sinna okkar hlutverki sem er að ræða mikilvæg mál fyrir samfélagið og þetta málþófstal er náttúrulega með miklum ólíkindum og kannski sýnir fram á mikla nýliðun á þinginu og ég leyfi mér að segja svona ákveði virðingarleysi gagnvart þinginu og þessu hlutverki löggjafans sem að við erum í. Hvernig þá? Ráðuneytin setja ekki lögin í landinu.
Þau eru mjög gagnleg við að undirbúa mál og allt slíkt og koma fram með þá þessa svona nálgun framkvæmdavaldsins. En það ekki framkvæmdavaldsins að setja lögin, það Alþingis og við erum í því hlutverki og höfum bara þá skyldu að ræða þau, höfum til þess mjög skýran lagaramma sem eru þingsköpin hvað hefur verið metið eðlilegt að í þeirri umræðu sé rætt hversu lengi og hversu oft og hvernig það allt saman gert. Stjórnarandstaðan í því vel innan allra ramma, varandi tímalengd og annað, fyrst að þetta málþófsorð borið hér á borð. Þessi umræða veiðigjöldin skiljanlega orðin löng, bæði þar sem þetta risastórt mál, en ekki síst út í að stjórnarliðarnir sjálfir hafa tekið mjög mikið þátt í þeirri umræðu sem vel. En ef þá nota þá lengd umræðuna núna sem vopn, gagnvart því að það einhvern veginn að tempra umræðu stjórnarandstöðunar, stenst enga einustu skoðun og ég verða, eins og ég segi, lýsa undrum minni á að þau leyfi sér í svona fljótt. Þetta náttúrulega kjörtímabilið nýbyrjað, þingið svona, það langt í rauninni við sem höfum verið þarna lengur en nokkra mánuði að við horfum fram í svona þingloka panikk. Það eru þau sem að taka ákvörðun að leggja svona risastór mál á borð. Það eru þau sem að taka ákvörðun að þau séu svona illa unnin. Það eru þau sem taka ákvörðun að þarna bara mjög mörg atriði sem verður að fá betri svör við. Þið eru í vandræðum með að fá upplýsingar við, höfum nú verið að kalla eftir upplýsingum til þess mat á því hvort að skatttekjur ríkisins muni aukast vegna þessarar löggjafar, en það virðist vera allavega mjög djúpt á þeim gögnum. Já, sko, ég hef í pontu Alþingis bæði spurt forsætisráðherra og fjármálaráðherra hvort þau geti fullyrt að til dæmis vegna veiðigjaldana að kakan muni stækka frekar minnka, að það muni koma fleiri krónur í kassan en ekki færri og hvort þeirra gat fullyrt neitt það. Og það bara eitt dæmi í þessu stóra samhengi hlutana sem náttúrulega alveg með ólíkindum, en svo eru mjög mörg önnur atriði í þessu máli sem eitthvað sem bara okkar hlutverk og skylda að vera að benda á. Þetta illa unnið, það lítið samráð ef eitthvað. Sveitarfélögin hafa skiljanlega miklar áhyggjur og sko ég verð að leyfa mér að segja í þessari umræðu þar sem við erum bara að benda á þessi atriði og spyrja mjög eðlilegra spurninga og hafa bara skiljanlega áhyggjur af því að það að slengja fram svona mikilli skattahækkun með einu pennastriki eins og ég hef leyft mér að orða sem þvert á orð forsætisráðherra hér í kosningabaráttunni sem talaði að kannski á áratug væri hægt að sjá hækkun veiðigjalda í öruggum skrefum og engum kúvendingum og svo korteri seinna eru hér bara kúvendingar og í þessari umræðu allir þá koma stjórnarliðar svona svolítið eins og þau hafa verið í einhvers konar markmiðasetningu í sumarbúðum í Vaglagsskógi og þetta allt sanngirni og leiðrétting og réttlæting og skoðanakannanir og eitthvað slíkt sem góður og gjaldavert, það þó þeirra pólitík. En ég á Alþingi og með umboð frá þeim sem að kusu Sjálfstæðisflokkinn til þess að ræða ekki bara frasa, heldur bara alvöru máls og bara hvernig málin í raun og veru og það bara okkar hlutverk og við tökum það alvarlega og munum gera það áfram. Sigurður, þú ert eldri en 2 vetur í pólitíkinni, þetta að fara að nálgast einhvers konar málþóf? Það að reyna að setja pressu á meiri hlutan vegna yfirvofandi þingloka í júní? Nei, alls ekki og forseti þingsins Þórunn Sveinbjarnardóttir, hún steig nú fram held ég í fréttum einhvers staðar og sagði að þetta væri ekki málþóf, þetta eins og þetta liti ekki út fyrir að vera málþóf þessu umræður og það hófust nú sko, það var tekin 1 dagur í þetta, hvenær var það, mánudagur, þriðjudagur og þær umræður voru þótt ég segi sjálf frá, ég tók þátt í þeim, bara mjög skemmtilegar og fróðlegar og innihaldsríkar myndi ég segja og hefðu nú haldið einmitt sérstaklega fyrir nýliðana hefðu nátt að vera það vegna þess að svona fyrir þá sem ekki þekkja sko þá á þingmaður rétt á því að tala í 20 mínútur sko halda ræðu 20 mínútur þar að segja annars vegar í 15 mínútur ræðu og síðan í aðra ræðu 5 mínútur. Finnst mönnum það of mikið þegar verið að ræða svona mál þurfum menn vera að hissa á því að þingmenn vilji nýta sér þessa 20 mínútur til þess að koma á framfæri sínu sjónarmiðum í þessu stóra máli og síðan að taka þátt með andsvörum við aðra þingmenn, ekki úr sínum eigin flokki, það gera menn ekki, heldur taka bara svona málefnalega umræðu við þingmenn í öðrum flokkum og fyrir mitt leyti, ég nú þingmaður fyrir stærsta og mesta sjávarútvegs kjördæmi landsins, Reykjavík kjördæmi norður. En ég átta mig auðvitað á því að það auðvitað
allt önnur áhrif sem að þetta mál hefur hér í Reykjavík og þess vegna hefur mér þótt áhugavert að taka þátt í umræðum með öðrum þingmönnum utan á landi til þess einmitt svona að fá að heyra frá þeim svona hvernig þeir met og ég var alveg óhyggað bara spurt svona það sem mér liggur á hjarta að vita frá hvernig menn líta á þetta á Patreksfirði eða Höfn í Hornafirði og svona. Þannig mér finnst það fróðlegt og ég held að það sé gagnlegt fyrir umræðan að þetta komi fram. Það er mikið af reyndu sveitarstjórnarfólki á þingi í ýmsum flokkum, ef ekki öllum, að þetta fólk finnst mér að þurfa að koma að leggja fram svona sína innsýn frá þeim frá því sjónarhóli. Þannig að þessar umræður hafa verið mjög gagnlegar og nú er svo komið að held að flestir sé nú búin að halda eina ræðu, flestir þingmenn, sem annar bara ætla að gera það. Þannig að menn eru núna að klára þetta með einhvern 5 mínútna ræðum og það er hlaupið til hand og fóta hér í einhverju paniki, umræður sem er við það að klárast. Er þetta ekki alltaf stuttur að tími í raun? Það má í sjálfu sér alveg færa rök fyrir því í mjög stórum málum að þetta geti verið það og það hafa komið inn á þingi, við munum eftir málum eftir hrun, fjármálamarkaði og annað, það sem að það mætti alveg færa rök fyrir því að þetta mætti alveg vera lengra, eða minnst ástu fleiri ræður, kannski þau ekki allar svona langar, en í öllu falli að þá var nú upplaup á miðnætti í gær þegar þingfundi átti að ljúka að og að menn vissu ekki af öðru en að þingfundi ætti að ljúka þá tekur forseti bregður hún á það ráð að halda umræðunni áfram án þess að gefa skýringar á því og þetta er alveg óþarfa svona ónot sem að verður að hreyta í stjórnarandstöðuna með svona framkomu þegar að það liggur ekkert annað fyrir en að menn séu sammála hvenær umræðunni ljúki. Er þetta Þórunn sem að leiðir þetta í raun þá? Já, forseti kom óvænt í forsetastól rétt fyrir miðnætti í gær og lýsti því ekki yfir að umræðin myndi halda áfram, heldur bara boðaði menn áfram á mælendaskrá þótt að klukka væri orðið þannig að það væri ljóst að menn gætu ekki lokið ræðu ef að fundi þetta ljúka á miðnætti. Þannig að þetta ber vott auðvitað einhverja taugaveiklun sem að ég get alveg skilið ef að menn eru búin að múra það inn í sinn heila að menn ætla að ljúka tilteknum málum á þessu stutta þingi sem að þetta þing hefur verið. Það er að segja og ég hef nefnt að ég hefði haft alveg fullan skilning og hefði ekkert hýjað á ríkisstjórnina þótt hún hefði ekki komið með öll þessi mál á þessu þingi. Þú veist, ég meina það hafa allir skilning á því að kosningarnar voru í nóvember, þannig að menn eru að leggja fram sín fyrstu mál í febrúar og það er skammur tími fyrir mörg stór mál, það er þetta mál og menn hafa viljað ræða þetta strandveiðina, þótt það sé ekki mál sem hafi komið inn til þingsins, en menn spyrja, er það ekki mál sem þarf að koma inn til þingsins ef menn ætla að fara að gera stórkostlega breytingar á því og nú er strandveiðtímabili hafið og það er bara ræða það mál aðeins meira dýptina eftir en spurningin er kannski þessi, þetta er þetta stærsta máli veiðigjöld, það er það mál sem hefur fengið mest athygli í fjölmiðlum og mest í þunginir í kring. Það eru samt önnur stór mál líka, ég nefni til dæmis áformum að leggja niður stjórn Tryggingastofnunar. Mjög stórt mál í því sama þingmáli sem er áformum að tengja bætur almannatryggingakerfisins við launavísitölu. Það er mjög stórt mál og það kannski kemur einhverjum á óvart að það er fullkomin samstaða með til dæmis ASÍ, Samtökum atvinnulífsins, Viðskiptaráði Íslands. Þetta eru aðilar sem koma á fund til mín í velferðarnefnd í vikunni og öll þessi samtök lýstu yfir andstöðu við þessa tengingu og líka það að fella niður stjórn Tryggingastofnunar. Svo ég taki þetta bara sem stórt dæmi. En verða þessi mál, verður þau leið til lykta í þinginu? Verður Kristrún ekki allavega að ljúka þessu veiðigjaldamáli bara pólitískt, bara til þess að koma með einhvern árangur út úr öllu þessu sjónvarpsspili? Það má ég bara aðeins við það, Þá þurfa menn að velta fyrir sér hvað er árangur í pólitík? Hvað er árangur í þingstörfum? Það er auðvitað engin árangur að afgreiða illa unnin mál. Það er bara ömurlegur árangur. Þau eru algjörlega ósammála því að þetta sé illa unnið. Það kemur í bakið á mönnum seint síður og við höfum mörg dæmi það. Þannig að ég myndi hvetja þau til aðeins að anda með nefinu og ég skal lofa að hýja ekki á þau og bara bið þjóðina að vera ekki að gera það. Það komið fram.
Ég tek undir þetta og ég held að í þessu sko, stóra myndin held ég þessi. Þau eru mjög metnaðarfull og eru einhverju hluta vegna búin að ákveða að fjöldi mála sé einhver mælikvarði sem skiptir máli. Vilja sýna árangur eðlum á samkvæmt. Já, það flott en ég tek heilsugur undir með Sigríði hér, sko, hvað árangur. En þau verða þá líka að bera sko, virðingu fyrir því og bera ábyrgð á því að það Alþingi sem setur lögin í landinu. Og það nú bara þannig að það eru lög í kringum hversu mikið megi ræða það. Hversu það var tekin ákvörðun hvað skynsamlegt að kjörnir fulltrúar okkar ræði, fá allan að tækifæri til þess að ræða, sem undirstrikar mikilvæg þess að það sé gert. En þau eru með meirihlutann í þinginu? Fyrir utan, já. Keyra þetta ekki bara í gegn? Já, fyrir utan þinglega meðferð sem alltaf í nefndunum sem að kannski almenningur sér minna af, en ekki síður mikilvægara. En sko, það að alltaf koma með til mér svo þetta mál, risastórt mál, svona illa unnið, sem það bara því miður og blasi við, held ég núna, og svona þegar ríkið kannski aðeins búið að setjast úr frasapólitíkinni sem því miður svolítið mikið haldið á lofti þarna, að þá auðvitað bara blasir við að hér þarf bara að vinna betur, þau þurfa að taka einhver ákvörðun á því hvort þau myndu alltaf bara böðla í gegn og hvernig við þá ætlum að taka á þeirri staðreynd. Við berum ákveðna skyldu. Við berum ákveðna skyldu að reyna að forgangsraða hvað hefur við mestar áhyggjur af. Þetta ekkert bara veiðigjaldamáli, þrátt fyrir að það sé rosa stórt í öllu stóru samhengi hlutana þá það sé alltaf að smætta það bara við séum einhvern veginn varðhundar, einhverja 5 ríkra kalla eða hvað það sem eru þetta algjört bull. Þetta risastórt mál, það eitt og málin sérstaklega eins og með þessa launavísitölutengingu eru þetta líka risastórt mál sem eins og fjármálaráð gerði afgerandi athugasemdir við. Og félagsmálaráðherra veit ekki eins og hvort það kosti 0 eða 10 milljarða? Nei, og virðist ekki skipta neinu máli, sko. Og allt þetta bara eðlilegt að sé rætt. Ég meina tíminn líður þau hljóta átt að sjá því. Ég tek undir með Sigri, ég upplifi ákveði panikk, en það panikk skrifast á þau. Það eru þau sem ákveða að setja allt þetta á dagskrá. Það eru þau sem ákveða að vinna þetta með þessum hætti. Grímur Grímsson í Viðreisn, hann kom með athyglisverðan punktinn í þetta og hann sagði að þetta væri siðferðisspursmál að láta útgerðina þessi afskaplega vel reknu og öflugu fyrirtæki sem hafa skilað miklum hagnað á síðustu árum, þeim bæri bara siðferðslega skylda til þess að borga meira. Eru þið að standa í vegi fyrir því að menn axli siðferðslega skyldur til að leggja til samfélagsins eftir notkun eða nýtingarétt á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar? Sko, þetta við finnum mikið fyrir því á þinginu og það er svona slegið sig með þessu sem ég kalla svolítið frasapólitík. Þetta allt mjög falleg orð. Þetta siðferði og sanngirni og réttlæti og leiðrétting og alls konar. Þetta orð sem geta átt við? Algjörlega. Og ég hef sagt það og ég stendi það og hef sagt það lengi að það auðvitað mikilvægt að það sé sátt á milli þessara ofboðslegu mikilvægu atvinnugreinar og þjóðarinnar. Og þjóðin á þetta ofboðslega mikið undir því að sjávarútvegurinn gengur vel. Þjóðin hefur grætt mjög mikið á alls konar alla kanta hvað sjávarútvegurinn hefur gengið vel. Þannig að þetta samspil mjög dýrmætt. Og ég verð fyrsta manneskjan til þess að taka þátt í einhverju samtali hvernig svo sátt getur best litið út. En það ekki hægt að ákveða eitthvað sé bara sátt og ákveða þá að böðla máli áfram þegar það hefur svo margar afleiðingar sem ekki hægt að rökstyðja með neinum hætti, vekur bara skiljanlega og sem hefur ekkert að gera með þessa stóru, sterku aðila sem að umræðan því miður snýst mikið til því að málið bara miklu flóknari það. Sigurður, hvað finnst þér með þessar auglýsingar SFS sem að það sem þeir að reyna að koma sínum skilaboðum á framfæri? Það eru ágættar, bara samt aðeins varðandi þessa ræðu hans Gríms siðferðið og markmið með lögunum. Og það einmitt það sem svo gagnlegt í umræðu og svona ítalegri umræðu svona mál að það koma þarna fram, þá fær maður að heyra svona aðeins hver og einn þingmaður lítur á málið. Og mér svona virtist menn hafa mjög mismunandi svona skoðanir eða horfð á máli frá ýmsum sjónarhornum og hann telur þetta vera svona sérstakt markmið í frumvarpinu. Það kemur ekki fram í athugasemdum með greinargerð málsins að það sé sérstakt markmið að bæta eitthvað siðferði við skattlagningu eða þarfandi götunum. Aðrir þingmenn komu sumir hérna með, ástæðan fyrir þetta frumvarpi komið fram að við þurfum að fara að byggja vegi í kjördæminu mínu. Það vantar vegi, fólk vill fá vegi, hver vill ekki fá vegi og þess vegna þurfum við þetta frumvarp. Það kom heldur ekki fram og kemur heldur ekki fram í greinargerð athugasemdum með þessu frumvarpi að það sé sérstakt markmið að innheimta eitthvað tiltekið fé til þess að byggja eitthvað tiltekna vegi. Það ekki markmið. Markmið með sköttum, hvort sem þeir heita auðlindagjald, tekjuskattur, erfðafjárskattur eða hvað það er að afla ríkinu tekna. Það eina markmiðið með sköttunum.
Það ekki, menn laga ekkert siðferðið með einhverjum sköttum nema síður sé. Það er bara mjög afmarkað hlutur sem skattar gegna í okkur samfélagi og við getum haft skoðunar á því hvort skattar séu góðir eða vondir, þetta hlutverkið. Og það þurfti að benda þarna þingmönnum á það að það ekkert til sem heitir einhverju markaðir tekjustofnar í þessum tilviki að þetta færi sérstaklega í vegi og við höfum mörg dæmi það einmitt að aukin skattheimta fer einmitt ekki í vegi. Og það þetta sem við erum að kalla eftir á þinginu að það verði metið og sýnt með einhver betri á spilin hvort að þessi skattlagning auki raunverulegar tekjur ríkisins til þess að hægt megi að byggja vegi og ýmislegt annað sem að ég veit að verður kallað eftir og þessir útreikningar liggja ekki fyrir. Þannig að markmiðið með þessu alls ekki það sem að margir þingmenn haldast. En útgerðin að draga úr fjárfestingu. Ég hef talað við menn út á landi í iðnfyrirtækjum annað. Þeir finna strax fyrir því að þessi fyrirtæki eru farin að halda þessar höndum. Minni fyrirtækin eru hreinlega farin að segja fólki, liggur það ekki bara augljóst fyrir að þessi aðgerð mun ekki auka tekjurnar í lok dags? Sko, markmiðið með frumvarpinu sérstaklega tekið fram. Það markmiðið. Það að standa undir rannsókn á sviði sjávarútvegs og það er mikil vanhöld að rannsóknum hafi verið sinnt. En það ekki vegna skorts á tekjum, vegna það hefur verið innheimt síðan sérstakt gjald af útgerðinni sem á að renna í sérstakar rannsóknir sem hafa ekki farið fram í áratug hér á Íslandi. Þannig að þessum spurningum þarf að svara og þetta þarf að liggja fyrir. Það segist ekki eins og vita hvort að hnúfubakurum éti fisk og konin í Hvalfjörð í æti þar. Og ég bara segi, byrjum á að eyða peningunum þessum milljörðum sem hafa verið safnað upp í sjóði sem að varðar sem að sérstaklega eru eyrnamerktir rannsóknum á þessu í sjávarútvegi. En hvað auglýsingarnar annars varðar, þær hafa bara vakið upp málefnalega umræðu, líka ómálefnalega, en líka málefnalega umræðu. Og ég ekkert viss að fólk almennt, ekki vissi ég það, þó á þinginu, en ég svo sem ekki að vasast í sjávarútvegi frá degi til dags. Og ég ekki viss að menn hafi almennt áttað sig á því hvernig sjávarútvegur í Noregi. Ég held að menn horfi til Noregi og halda að sé allt æðislegt í Noregi. Af því að þar bara einhvern veginn allir á skíðum og einhvern veginn heilbrigður lífstíll og svona, þar bara sé einhvern veginn allt í þeim gírnum. En það kemur bara í ljós að sjávarútvegur í Noregi bara eins og bara illa rekin skúffu fyrir, eins og hendur víða í Evrópu, bara í skúffu, niðurgreiddur einhvern veginn og með allt öðrum hætti en við eigum að venjast hér. Og enda hef ég ekki heyrt neina norðmenn sem að þekkir svona dagstælega ræða eins og ég gerir mig mjög oft þegar ég ræði við útlendinga og menn spyrja á hverju lifið þið og þá heldur maður langar ræður sjávarútvegur og útskýrir hvernig sjávarútvegur rekinn á Íslandi, hvernig það hann hefur verið sjálfbær í áratugi á Íslandi og þessa ræðu heldur maður svona í góðum gleðskap sem verður bara betri við þessa ræður. Skemmtileg. Það engin norðmenn sem gera þetta. Það tekur engin norðmaður einhvern veginn sjávarútveginn í þessu sambandi. Hvað finnst þér þessar auglýsingar? Mér finnst það prýðisgóðar og það sem við sáum að það var búið að halda þannig blaðamannafundi, ríkisstjórnin heldur marga blaðamannafundi og það var búið að tilkynna þessi áform og það fór mjög mikið fyrir frösónum öllum og minna efnislega umræðu. Og þannig að já, ég meina þetta allan að vakti upp tilfinningar en eins og Sigríður bendir á að fólk fór aðeins að spyrja sig hvað gera normenn öðruvísi? Af hverju normenn ekki að græða peningum? Af hverju einmitt eru ekki allir þessi nýsköpunarfyrirtæki sprottin úr fjárfestingu úr sjávarútveginum eins og hér og svo framvegis. Þannig að ég held að þær hafa verið bara góðra gjaldaverðar þó að það sé nú kannski ekki sem við beint að stúsast í á þinginu alla jafna, það bara á vegum SFS. En mér langaði bara að nefna örstutt varandi hennar tilgang og hann nú verið það er búið að tala með þessa vegi sem auðvitað bara dagljóst að þetta mynd bara fara í einhverja hít og þau veit ekki eins og hvort það verði eitthvað eftir í hítinu fyrir það fyrsta. En ég heyrði eitt stjórnarlega að segja að þetta væri svona ásýndarmál. Það væri mikilvægt fyrir þjóðina að hún sæi að útgerðin vera að greiða X og þá það bara skilið eftir hvort það verði þá eitthvað eftir og hvað með þá allt hitt, hvað með neikvæð afleiðingarnar af því og það bara virðist ekki skipta máli og það auðvitað áhyggjuefni að ríkisstjórnin einhvern veginn sé til í að fara í rauninni í svona ásýndarmál sem þau hafa í rauninni bara orðað
sjálf. En annað með fyrirsjáanleikan, Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hún stígur fram eftir að ríkisstjórnin mynd og segir það er fyrsta forgangsmál ríkisstjórnarinnar, það er að tryggja 48 skerðingarlausa daga á strandveiðum. Það eru tæplega 1000 manns búin að sækjum að fá að stunda strandveiðar sem er ekki margvað, talsvert fleiri aðlar heldur en á síðustu árum. Og nú er ráðherrann þegar að veiðarnir og hafnar stíginn fram og segir við getum ekki tryggt þetta, við erum ekki með kvóta fyrir þessu. Hvernig munu stjórnvöld leysa úr þessu? Menn hafa haft réttmætar væntingar að þeir fengi að veiða skerðingarlaust í 48 daga og kallar þetta ekki bara á bótamál? Munum menn ekki bara eiga skaðabótarétt á yfirvöld sem að hafa engta út á miðin og segja svo allt í plati, það er ekki til kvóti? Þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum og ég tek undir að þarna var einmitt stigið mjög geist fram með mjög stór orð og bara með auðvitað og hér til mjög réttmætar væntingar hjá fullt af fólki. Og mér sagt að það sé búið að reikna að það vanti þarna upp á 15.000 tonn. Já, ég held 19.000. Já, ég meni 15.000 tonn hið minnsta eða eitthvað slíkt. Það er ekkert grín. Ég held að hafa ekki hugmyndum hvernig eigi að finna það. Ekki veit ég það. Hvernig ætlar þú að finna þetta, Sigurður? Ég veit ekki vegna þess að það er engin krafa gerð á mig í þessu sambandi þegar ráðherrann sjálfur, með minnið hún hafi verið þingflokksformaður minn, Bergþór Ólason, sem spurði atvinnuvegaráðherrann Hönnu Katrínu þetta í síðustu viku, hvernig, þá var nú standuðtímabilið byrjað, hvernig þetta yrði leyst og hún viðurkenndi það bara á þingi að hún vissi það ekki. Það var svarið. En það búið að senda bátana út á hafið? Já, en þetta er auðvitað, svona stjórnsýslan og ég hjó eftir því þegar tímabilið var byrjað að Fiskistofa hafði ekki ennþá afgreitt yfir 200 umsóknir, það bárust yfir 200 fleiri umsóknir strandveiði leyfi í ár, heldur en í fyrra og ég veit ekki hvort að það er bara tilviljun að það er akkúrat sá fjöldi sem er umfram það sem var í fyrra sem að liggur enn óafgreiddur. Hvort það er einmitt verið eitthvað að fíbla fólk egnaði til að sækja og þeir sem ekki sóttum í fyrra séu ekki að fá núna. Þessum spurningum er alveg ósvarað en þetta er spurningar sem verða settar fram aftur á næstu viku. En er algjörlega augljóst fyrir ekki vikri framfriðin, algjörlega augljóst að ég meina þetta er auðvitað gert fyrir Flokk fólksins og ég meina ráðherra Viðreisnar, ég meina hafa sagt sjálfur hérna var sóun að ræða. Ég meina þetta er og ekki það, svo sem ég ætla ekki að gera lítið úr því að stundum þarf maður að vera ríkisstjórn og miðla málum. Þú hefur lent í því? Ég hef lent í því, ég átta mig á það er bara verkefni, það er bara hið lýðræðislega verkefni nema þú sért einvaldur. Þú ert þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Formaður ykkar nýkjörinn, hún er bara í Bandaríkjunum. Hún er ekki þáttakandi í þessu risa umræðum þetta stóra hagsmunamál. Nei, það var sonurinn er að útskrifast. Tekur það marga vikur? Já, það tekur einhverja daga. Hún ákvaða að fara og sinna því eftir annars saman tíma. Þannig ég vona hún hafa það gott og við stýrum þessu með harðri hendi og erum í ötulegu sambandi við hana að sjálfsögðu. Þannig að þetta er allt í ágætismálum. Þetta er 2 vikna leyfi ekki sem hún verið í? Jú. Já. Það hefur líka verið mikið skrafað það að hún hafa áhuga að skipta þér út. Þú varst ekki hennar liði á landsfundinum í febrúar. Er von á að það verði skófar á rassinum á þér í þinglok? Nei, rassinum á mér líður ágætlega, Nei, ég skil alveg þessa spurningu. Ég sé að hetjur lyklaborðsins úr herbóðum ríkisstjórnarinnar eru uppteknir af því að reyna að því að það sé allt í miklum glundróða í Sjálfstæðisflokknum. Óheppnast Íslendingur skrifar lærða pislum það? Já, ég ætla svo sem að ekkert mikið að tjá mig þessi skrif. Ég fyrir mörgum árum síðan hætti að lesa kommentakerfi samfélagsmiðlana og þetta fer nú í svona svipamengi í mínum haus. Þú finnur ekki að titna undir þér? Nei, mér er algjörlega ljúft og skylt að upplýsum það fyrir þá sem hafa á því áhuga að við Guðrún Hafsteinsdóttur eigum bara mjög ljúft samstarf. Og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins er bara frekar hress. Við erum aðlagast nýju hlutverki og okkur finnst það ekkert leiðilegt. Kannski vöðvaminni er aðeins öðruvísi. Við þurfum stundum svona aðeins að minna okkur á að við erum í stjórnarandstöðu. Það sem verkefni er bara mæti vinnuna. Það er okkar verkefni að benda á allt það sem að misfara fer. Þau eru auðvitað stór og smá verkefnin og hérna kannski ekki svona mismikilvæg og allt það en okkar verkefni er að mæti vinnuna og benda á þetta allt saman og spyrja spurninga og við erum svo sannarlega því og okkur líður ágætlega að þakka þér fyrir.
Þetta upplýsir þetta einhverju leiti, við reynum að skiknast á tjaldabæki að sjálfsögðu. Það vil svo til að þið eru nú báðar lögfræðingar og þú ert nú fyrir dómsmálaráðherra líka, Sigríður. Það mæðir talsvert á núverandi dómsmálaráðherra út af þessu máli sem að Ríkisútvarpið fjallaði fyrst og varðar, ég leyfi mér að segja, óhuggulegan gagnalega út frá embætti sérstaks saksóknara. Á þessu eru margar hliðar, en þetta ekki risastórt mál þegar að gögn borgarana sem að meðal annars varpa ljós á mjög umfangsmiklar hleranir og njósnastarfsemi af hálfu hins opinbera verða opinber? Jú, þetta alveg mál og það þarf ekki að fjölyrða neitt það, sko, þótt að hæstv. Dómsmálaráðherra vilji fjölyrða mjög mikið það og það svona svar hennar við öllum spurningum sem að henni hafa verið beint þetta sé mjög alvarlegt mál. Já, hún vill byggja á gögnum en ekki getgátum. Já, og þess vegna leyfði ég mér að varpa fram spurningum mitt sem að það hefði nú verið upplætt fyrir hann að vera búin að afla svara við, en hún gat ekki svarað, reyndar ekki mér, en ég hjó síðan eftir því fréttum RÚV í gær að hún gat svara RÚV sömu spurningu og ég hefði spurt það er að segja hvenær lögreglan hefði fengið vitneskju umfang þessa gagnanleika. Og ég ekkert að spyrja að því bara svona að gana til þess að hafa einhverja tímalínu til þess að leika með, heldur finnst mér að skipta máli að menn síðan svari því í framhaldinu hvað menn hafa gert til þess að ná utan málið, þennan tíma. Dómsmálaráðherra hefur sagt að hún hafi fengið vitneskju þetta bara sama dag og Kveikur fjallaði málið, að þá væri á leiðinni, hún fengið þær upplýsingar að væri leiðinni umfjöllun hjá RÚV þetta mál og síðan leiðin rúmvika. Og ég hefði nú nýtt þann tíma til þess að kafa aðeins ofan í málið og reyna að átta mig á þessu og ekki síst því hvað væri að gera í dag í ljósi þess að þessi gögn liggja þá núna upp á hjá RÚV, kannski víðar, ég veit það ekki, eitthvað að skoða það, eitthvað að rannsaka það, af því að þetta virðist marka má þessa umfjöllun, ekki bara varða sko sakborninga í eitthvað máli sem svo sannarlega samt líka rétt fyrirverandi sakborningar, hvernig svo sem þeim málum lyktaði. Heldur virðast vera þarna líka bara gögnum bara fólk sem að koma ekkert neinum rannsóknum við. Og það auðvitað óþægilegt fyrir það fólk ábyggilega að gruna það að það sé ykkur gögnum það á Glámbekk einhvers staðar. Þannig að mér finnst þetta skipta máli að menn skoði þetta og ég hef nú ekki verið, bara ítrekka það og árétta, hef ekki almennt verið talsmaður þess að menn setja á laggirnar rannsóknarnefndir eða taki stórt upp í sig á vettvangi þingsins í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sem að ég held að samt að gegni mikilvægu hlutverki og menn eiga að nýta þann vettvang til þess að reyna að ná svona einhverju mynd á einhver mál. Og ég hvatti nú til þess líka þegar ég var dómsmálaráðherra og það stóð ekki á mér, ég held að hann verið fyrsti ráðherrann sem kom og óskaði eftir bara opnum fundi við slíka nefnd til þess að ræða tiltekin mál. Þeir voru bara í beinni útsendingu, þannig að menn að nýta þann vettvang. En ég segi samt sko, ef einhver tíman væri réttlægt að nota ný lögum rannsóknarnefndir eða nýleg rannsóknarnefndir Alþingis, þá það einhvern veginn mál af þessum toga minnstakosti sem að mér finnst þurfa sem gætu mögulega fallið þar undir. Það að segja skoða verðina sem hafa fengið náttúrulega óbóðslega miklar valdheimildir með lögum. En þeir verðist bara að kasta þessu sína milli, sérst bara Sigríður Fríðjónsdóttir verðist vera að skoða þetta, Ólafur Þór Hauksson að skoða sínu vettvangi og dómsmálaráðherra að velta þessu fyrir sig og hún nú fyrir starfsmaður ríkissaksóknara. Já, svo finnst mér... Þetta bara eins og einhver hringekja. Já, svo finnst mér kannski áhugaverð nálgun ef menn ætla að halda henni sérstaklega á lofti að auðvitað beri þeir ábyrgð sem stálu gögnunum að sjálfsögðu og það þess vegna sem að ég hef einmitt spurt hvernig mátti það vera að það leiddi ekki til neinar ákæru á sínum tíma þegar að lítill ángi greinilega af þessu máli rataði inn á borð ríkissaksóknara. Og það margt í þessu. Ég var að rifja það upp og menn hafa rifjað upp í fjölmiðlum það þetta búið að breyta núna reglum símhleranir. Það búið að þrengja verulega heimildir og forma betur framkvæmdina hvernig símhleranir eiga að fara. Símhlustun heitir þetta nú í lögum. Það var gert árið 2016. En það var þó strax 2012 sem Ögmundur Jónasson lagði fram frumvarp breytingu á þessum lögum á sínum tíma.
alveg örugglega í því, ég var náttúrulega ekki á þingi þá, en í þessu andrúmslofti þar sem að menn auðvitað sakborningar voru að benda og verjendur á að misbrestur hefði orðið á símhlustunum. Og það var lagt fram frumvarp sem ekki fekk framgöngu á þinginu. Og akkur skyldi það vera? Já, það má bara kannski draga þá ályktun af þeim umsögnum sem að bárust málið á þeim tíma sem ég bara skautaði nú svona fljótlega yfir að sko kerfið allt saman lagðist gegn því sko. Kerfið lagðist gegn því. Já, kerfið lagðist gegn því og þá einhvern veginn hafa sko einhverjir stjórnmálamenn lippast niður vegna þessa. En ég bara bendi á að það sko að því menn kannski vilja þeim hætti til að segja stjórnmálin eða þingið leit þetta átölust, það var þó ekki þannig. Það fór einhver umræða þarna þetta. En menn einhvern veginn treystu sér ekki á þessum tíma. Andrúmsloftið var náttúrulega gallsúrt á þessum tíma. Í mörg ár. Þetta var brjálæði. Það var brjálæði hvernig menn lifðu sér. Nornaveiðar, hvernig menn með miklar valdheimildir lifðu sér að tala. Stjórnmálumenn margir líka helltu auðvitað bara olíu á þann eld, kynntu undir. Og það kannski svona helst þessi, og mér finnst bara menn ofta ekki hafa dregið sko lærdóm af þessu tímabili. En þar var rannsakað þetta, myndu þið styðja slíkt inn í stjórnskipun eftirlitsnefnd að það liggur fyrir að þetta fólk ekki bært til að skoða þetta sjálf? Má ég bara skjóta aðeins á það því ég nefndi það á þingi og hvatti til þess að stjórnskipun eftirlitsnefnd tæki þetta mál upp. Og þá kynnir forseti það sem hún síðan dróð tilbaka að nefndin væri þegar byrjuð að ræða þetta. En þá var það því miður þannig að máli var strax komið í pólitíska skotgrafi fyrir viku síðan að það hafa meirihluti nefndarinnar sem ríkisstjórnar meirihluti sem hafði verið að eiga óformlega fundi og ræða þetta í stað þess bara að taka þetta opinberlega upp á fyrsta fundi nefndarinnar þar sem formaðurinn er og öll nefndin saman að þá þetta strax komið í einhverja pólitíska skotgrafi sem ég skil ekki akkur þessi ríkisstjórn þessir nýju þingmenn akkur þeirra samsama sig þessum að maður segja skýta málum úr fortíðinni. En það gerir þetta líka miklu viðkvæmara nú til dómsmálaráðherra er gamall samstarfsmaður þessa fólks. Þetta er það er líka atriði sem hún þarf auðvitað að gæta að hvort að það geti verið þannig að henni að hún sé ekki hæf til þess að í rauninni koma eitthvað að skoðun á þessum málum og ég hjó eftir því að var það ekki í Morgunblaðinu, var hún ekki spurð það í Morgunblaðinu í morgun hvort að hún hefði komið eitthvað á þessum málum og hún sagðist ekki muna það. Já, hún hefur haft viku til þess að reyna að rifja það upp sko og það hefði kannski verið klókt af henni að reyna að rifja það upp þannig að það minnst kosti liggi fyrir á þessari stundu. Þú veist, menn verða að vera með einhverja pósitífra aðgerðir, menn verða að hafa frumkvæði vildi ég sagt hafa að því að kanna svona hluti. En það virðist ekkert hafa verið gert. Nú þegar hafa frumkvæði því að gefa Hildi orðið. Það var allt mjög gott sem Sigríður var að segja hér sko. Ég held að það skipti máli að muna að sko þingið og sko stjórnskipun eftirlitsnefnd er með þessa sko eftirlitsskyldu sína gagnvart ráðherra og sjálfstæðum stofnunum. Þeir eru auðvitað ekki inn í sakamál eða neitt slíkt. En það eru auðvitað undir ráðherra og hvernig verður haldið á þessu máli eða hvernig hefur verið haldið á þessu máli hingað til varðandi gögn og annað sem er bara sjálfsagt að stjórnskipun eftirlitsnefnd skoði og ég tek undir að það er synd að í svona svakalegu máli. Þetta er rosalegt mál. Þetta er rosalegt mál og ég heyr ekki betur í þingsal en að það sé bara þverpólitísk samstaða það og það er ótrúlega synd að á fyrstu svona klukkustundum þessa mál einhvern veginn er strax komið svona meirihluti, minnihluti og einhvern veginn ekki alveg að kannski segja sattur eitt frá að hvert svo sem þið er. Er það reynsluleysi? Hvað veldur því að menn gera það? Ég ætla reyndar að gefa þeim í þessu tilfelli, ég held að þetta hafi verið einhvers konar mistök og við skulum bara gefa þeim það. Það er algjör óþörf að gera meira úr einhverjum ástæði til því að nægu öðru er að taka, trúðu mér. Mér langar samt að nefna út að við erum að tala þennan tíma og eins og að segja það er stundum er það bara þannig að á ákveðnum tímapunktum þá er bara ekki hægt að ræða ákveðin mál. Það er bara ástandi í samfélaginu í tilfinningum gagnvart ákveðnum í ákveðinni stöðu er bara þess eðlis. En þá þegar ákveðin tími hefur liðið þá er það skrifast þá okkur að svona standa í lappirnar og horfa á málin svolítið kalt. Og mér langar í því ég held að það sé rétt kannski í því samhengi að nefna að ég áður en að þetta mál kom til þá hafði ég verið að undirbúa þingsályktun að rannsóknarnefnd myndi skoða
rannsóknir og ákærur sérstaks saksóknara og eftirhrunsmálum. Og það semst áður en að þetta allt saman kemur fram, en það var meira í takt við það sem ég hef í tvígang sko lagt fram frumvarp breytingar á lögum meðferð sakamála varðandi sko þak á rannsóknartíma sem ekki í lögun. Og í þessum svona, það gerst í öðrum málum, en kannski sérstaklega í þessum eftirhrunsmálum, þá voru þarna aðilar í mörg ár, yfir áratug, með stöðu sakbornings sem mjög íþyngjandi, án þess að sé nokkur kraf það að rannsóknar yfir höfuð í gangi. Og mér finnst þetta fyrir neðan allar hellur og mér finnst að þessu eigum að breyta og ég held og þess vegna eins og ég segi hafði ég huga á að ég bara var komin á lokahlun með að klára þá þingsályktun að ég held að sé komin tími, nægur tími til þess að við setjumst yfir þennan tíma og skoðum bara kalt hvað gerðist þarna. Uppgjörið. Já, það verður bara eiga sér stað. Þetta mál sem við munum fylgja eftir og verður áhugavert að fylgjast með inn í stjórnskipun- og eftirlitsnefndinni. Við höfum kannski ekki mikið tíma til að fara yfir það, en Sigríður, þú hefur aðeins átt orðastað við Ingu Sæland stjórnar og ekki stjórnarskipanir hennar. Erum við ekki búin að leysa bara eiginlega öll málvarandi lögbrot með því sem hún segir? Hún segir, jú það kom í ljós að þetta var lögbrot en við erum búin að kippa því í liðin. Ef ég brýt lögin með einhverju móti, duga þá ekki bara að ég kippi því í liðin og allir eru sáttir? Ekki gleyma að hún var bara í góðri trú. Já. Sem þetta þess að rannsóknarnefni út af fyrir sig. Hvaða lögfræðingur það sem hefur ráðlegt henni að fara ekki að lögum Tryggingastofnun? Nei, það sem Já, hún lögfræðingur, ég glemdi. Fyrir utan það sko. Nei, þetta og ég meina það ekki eins og þetta sé flókin lögfræði sko. Nei. Eins og ég meina þetta er Þetta líka jafnréttislögin í það ekki bara já. Það forsætisráðherra líka sem að kannski stappaði hennar stálinu, ég veit það ekki en hún lýsti yfir forsætisráðherra að hún treysti þessu og auðvitað væri það ráðherran sem að færi með þetta en já, þetta er svona þetta bara hjá þessu Ég ætla að leyfa mér að segja Þú ekki meira auðvitað að segja Ég ætla að leyfa mér að segja mér finnst þetta líka einn ángi af þessu virðingarleysi gagnvart þinginu og sko forsætisráðherra var til dæmis spurð bara, það blasir við að hér sé verið að brjóta lög sko. Ráðherran í skjóli sko þín að brjóta lög og hún kemur í pontu Alþingis og segir nei, hún ætlar sér að breyta þessum lögum einhvern tíma þannig að þá bara þurfum við ekkert að fylgja lögum í landinu. Og svo þetta pólitísk nefnd og svona en þetta þetta kannski samt líka varpar ljósi svolítið á stjórnarskipanir fjármálaráðherra vegna þess að hann hefur sett sér reglur skipanir og tekur núna einn ákvörðun hverjir skipa stjórnir í ríkisfyrirtækjum. Við alla borðsendana. Já, og skipar valnefndir og svona og þetta er mikið metnaðarmál hjá þessari verkstjórn eins og þau kalla sig að það sé ekki pólitískt skipaðar nefndir þótt að Inga hafi talið að sérstætt metnaðarmál og markmið hjá sér að skipa pólitískar nefndir. En hvað er í rauninni, hvernig eru nefndir sem eru skipaðar stjórnmálamönnum? Og ég meina, er ekki óhjákvæmilegt að það séu einhver leiti pólitískar? Svo er alls konar pólitík. Það er alls konar stefnumótunarpólitík sem er við lýði. Það er fyrirtækjapólitík sem spilast inn í. Auðvitað er þetta allt pólitískt og mér finnst þessi leið sem að fjármálaráðherra er að fara, mér finnst hún ekkert gagnsærri eða betri heldur en þegar þetta var þannig að það að leita til stjórnmálaflokkana á þingi, lýðræðislega kjörna fulltrúa til þess að tilnefna einhverja aðila og í dag er það orðið þannig að það er engin stjórnmálaflokkur að fara tilnefna fulla frændan og veislunni síðustu helgi, menn taka það alvarlega að tilnefna menn, það er þá bara, það er þá bara eitt fulltrúi af þá 5 eða 7 eða hvað það er sem skipa stjórn. Nei, alls ekki. Nei, það er bara þeirra skipanir í gegnum árin hafa. Þannig þetta finnst mér og svo þegar maður horfir á þessar skipanir frá fjármálaráðherra núna, þá sér maður þetta allt viðreisnar fólk úr hans flokki nátengt sem að hann hefur valið. Það var þetta mjög áhugavert að sjá að þegar hann skipaði nýja stjórn Landsvirkjunar þá skipti hann allri stjórnin út. Það þykir nú almennt ekki mjög gott fyrir stjórnir fyrirtækja að það komi hverjir sitja þar, ég meina fyrrverandi sendiherrar, þú veist, og ég meina, ég veit ekki, er þetta fólk með sérþekkingu á verkfræði eða sölusamningum á raforku og hvað þetta er? Ég meina, og svo horfir maður á þennan lista sem hefur bara hluta verið birtur á RÚV
lista yfir umsækjendur eða þá sem að lögðu nöfn sitt í púkkið, einhverja 400 einstaklinga. Ég skil nú ekki akkur ekki búið að birta þann lista allan, en RÚV hefur byrt nokkur nöfn. Maður svona velti fyrir sér, hvað gátu menn séð að þessu manni sem lagði nafn sitt í púkk? Hann virkilega verri heldur en þessi sem að settur í þessa stjórn? Þetta svona, þetta vaknar með ýmsar spurningar, þannig að ég ekki, þetta þarf að skoða miklu betur. Ég ætla örstuðt bara að fá að klára punktinn þetta með vanvirðingunum gagnvart þinginu. Að eftir að bara svo í botni það, svo það miskilist ekkert. Að sko þegar Kristrún kemur í pontu gagnvart þingheimi og segir, já þetta allt hið eðlilegasta mál, sem það sjálfsögðu var ekki og blasti við. Heyrðu, svo líður einhverjir klukktímar eða einhverjir dagar og fjölmiðlaumfjöllunin sko eykst og þá þessu sjálfsögðu breytt. En sko, þinginu gefur einhver útskýring á hvað breytist? Eftir stendur orð forsætisráðherra að þetta sé allt í lagi og svo haldinn einhver blaðamannafundur eða einhver fréttatilkynning send og eins og var í tilfelli Sigríðar Andersen í gær sem hún spyr dómsmálaráðherra, fær ekki svar og svo svarar hann RÚV sömu spurningu 3 klukktímum seinna. Við höfum séð þetta stef margoft og það ekki að við séum með eitthvað mikilvægt brjálæði og áttum okkur alveg á því að þau eru í ríkisstjórn og það þarf ekki að bera allt undir okkur, alls ekki. En við sitjum á Alþingi Íslendinga, löggjafarvaldinu. Og þau eru framkvæmdarvaldi og það skiptir máli. En þau sitja í skjóli Alþingis og það svona blasir við að þeim finnst það eiginlega bara að vera svolítið fyrir þeim. Það sé eitthvað sem að skipti engu máli og ég hef áhyggjur af því. Það er ekki góður bragur af því þó ég taki ekki dýpra í árinni og við sjáum þetta stef margoft en við reynum bara að benda á það og minna á að það verði að tala við okkur líka. Það er bara hlutverkið. Fyrsta grein stjórnarskrárinnar, Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Hildur Sverrisdóttir og Sigríður Andersen. Óska ykkur góðrar helgar. Sömuleiðis, takk. Þetta eru marathon umræður pólitíkina. Við ætlum að venda hvað okkur í kross. Hingað komin til okkar Jón Magnússon, hæstaréttarlögmaður. Við ætlum að ræða málsera Friðriks Friðrikssonar. Það er ekki öll kull komin til grafar þar. Fylgist þið með. Vantar þig bílavarahluti? Á polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Meira leikið íslensk sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Þú getur rekið. Þú getur ekki rekið mig. Þetta ári yngri ég sko. Ef það verið svona heimsmeistaramót, þá myndi hann bara setja heimsmet í bara að vera meistari, þú veist. Nú ætla ég bara að taka lífmitt aðeins í gegn. Hvað fucking snilld er þetta? Í hvað snilld er eiginlega að leggja mig? Hvað segir þú, Leibbi minn? Þetta svo spennandi. Hágæða íslenskt barnaefni. Komum, við getum þetta. Gerum bíó. Og hvað gerist næst? Það geti bara verið byrjunin. Við áttum meira. Freyja Tómasdóttir. Fannst einhver dáin í nótt, einhver kona? Þannig að ég ekki að ímynda mér neitt. Nei, ég myndi ekki segja það. Hrindur á lögguna helvítið stíki. Ég sinni á. Þú kokka matinn og ég kokka bækurnar. Það besta úr heimi erlendrar dagskrárgerðar. HBO, Paramount, MGM, Universal og Disney. Þú getur meira með símanum. Komiði sæla nýjum. Jón Magnússon, hæstaréttarlögmaður og fyrrum alþingismaður, skrifaði áhugaverða grein í liðinni viku undir fyrirsögninni Dæmi réttlátan dóm. Hann ræðir þar séra Friðrik Friðriksson, mann sem lengi var í heilaramannatölu á Íslandi, en var felldur af stalli sínum í kjölfar bókar sem Guðmundur Magnússon blaðamaður, meðal annars hér á Morgunblaðinu áður fyrr, skrifaði og virtist draga upp þá mynd af séra Friðrik að hann hefði komið ósæmilega fram við unga drengi. Í kjölfar útgáfu bókarinnar fór af stað mjög undarleg atburðarás sem meðal annars leiddi til þess að stytta af séra Friðrik var felld af stalli sínum í Lækjargötu. Yfirvöld á Akranesi íhuguðu þann möguleika að svipta séra Friðrik heiðursborgaratitli og fleira. Séra Bjarni Karlsson, prestur og
sérfræðingur á sviði sálgæslu. Hann var fenginn af hálfu KFUM til þess að fara ofan í sauman á málinu og hann komst að sinni niðurstöðu og Jón Magnússon gerir þessa niðurstöðu meðal annars að umtalsefni í þessari grein. En hingað Jón kominn og ég ætla aðeins að ræða við hann þetta undarlega mál. Blessaður Jón. Komdu sæll. Þú ritar þessa... Gleymdi Sigrúnu Júlíusdóttir sem var með séra Bjarna í þessu... Já, Sigrún Júlíusdóttir sálfræðingur sem vann að þessari greinagerð. Með séra Bjarna, já. Förum að þessi yfir greinagerðin og eftir en... Já, ég þekki hana ekki. Nei, við förum yfir hana hér á eftir og innihald hennar sem að við höfum aflað hér. Það sem að mig langar til að ræða við þig kannski í fyrsta leið þessi bók þegar hún kemur út. Þú ert gamall KFUM-ari og hefur lengi haft séra Friðrik í hávegum. Hvernig var þér við þegar að Guðmundur gefur bókin út? Já, þetta svona dæmigert svona bæjarslúður, það hvað og hvernig eitthvað hefði gerst í upphafi 20. aldarinnar. Og ég meina samskipti karlmann nú með töluvert öðrum hætti heldur en núna og þannig að það var ekkert óalgengt að karlmenn kystust þess vegna á munnin í den tíð. Það var til fræg saga því og réttum minni mig að það voru tveir menn sem hittust einu sinni ári bara í réttum og þeir tókust í faman og hlornir góðglaðir og svo var nú svona drulla þannig að þeim skiplaðist eitthvað og duttu og þá sagði annar þegar hann reis upp Anskotin hafið það, ég sem ætlaði að kissa þig miklu meira elskan mín. Og ég meina það var ekkit kynferðislegt á bakvið þetta var bara svona fagnaðarlæti. Og ég meina þannig var, það nefnilega svo varhugavert oft að taka það sem gerðist fyrir 50 árum eða 100 árum og ætla að setja það inn í myndina eins og umgengni fólks í dag. Það var svo margt gerst og svo margt breyst. Það sem Guðmundur Magnússon, blaðamaður og sagfræðingur gerir í bókinni, ég tek nú fram að ég bauð honum að koma hér en hann átti ekki heimagengt, að hann dregur annars vegar upp mynd af samskiptum séra Friðriks þegar hann ungur maður, samskipti hans við vini hans, aðeins yngri menn líka á menntaskóla árum, atburðir sem eiga sér stað norður í Vatnsdal og fleira. Gefur til kynna að menn hafi átt í mögulega einhvers konar rómantísku sambandi eða mjög náinni vináttu. En það sem gerist í tengslu við ritum bókarinnar að það maður sem hefur samband við Guðmund og segir farið sínu ekki slétta, segir að hann hafi upplifað í raun áreiti af hálfu séra Friðriks. Maður sem að leita til Stígamóta 2018 eftir að verður að minnast afmælis séra Friðriks. Ekki ástæða við þessar aðstæður til þess að taka marka og hlusta á það sem þessi maður hefur að segja? Að sjálfsögðu og að hlusta á það og skoða. En það verður alltaf að hafa grundvallarreglur réttaríkisins í huga líka þegar látið fólk að ræða. Og það það sem að ég hef gagnrýnt alveg sérstaklega hjá sem sagt rannsókn KFUM eða það sem þeir settu fram. Þeir eru umverulega að fá fólk sem ég til að hafa haft töluvert mikið fyrirfram skoðanir á viðfangsefninu. Það að segja séra Bjarni og Sigrún. Hvernig þá? Já, við erum búin að móta sér ákveðnar skoðanir sem sagt séra Friðrik sem hafi ekki verið jákvæðar. Nú það er grundvallarregla að viðkomandi eigi þá talsmann líka þó hann sé látin. Þannig að aðili sé sem er tilbúin til þess að taka til varna, benda á veikleika í því sem að verið að kanna og koma fram með og spyrja áleitina spurninga. Þetta er grundvallaratriði. Ekkert af þessu, engu af þessu var sinnt. Það var engin málsvari. Nei, og í annan stað. Þú ert að tala eitthvað sem gerðist þegar Friðrik ungur maður, séra Friðrik ungur maður. Nú síðan það sem að verður að fjalla í skýrslu Sigrúnar og séra Bjarna, eftir því sem ég best veit, að það er eitthvað sem gerist eftir að Friðrik orðinn háaldraður maður, blindur að hluta til hreyfihamlaður. Mjög hrumur. Já, þannig að það er það sem að verður að tala um. Ég kynntist séra Friðrik við ákveðnar aðstæður og hann var, þegar ég kynnist honum þegar ég er 8 ára, hann deyr þegar ég er 15 ára, þegar ég kynnist honum sem 8 ára, að þá er hann bara gamall hrumur maður og bara sem að hafði mjög, mínu viti, mjög notalega nærveru. Þú reynda lýsir þessari greintaldið athyglisverðri atburðarás
þar sem að maður hefði ætlað einmitt að maður sem hefði haft illt í huga gagnvart ungum dreng hefði getað komið vilja sínum fram. Geturðu aðeins sagt? Já, sko, að vísu var ég náttúrulega með mislinga og þannig að ég fæ sem sagt, sko, séra Friðrik gengur úr herbergi og rúmi, þannig að ég settur raunverulega í einangrun í herbergi séra Friðrik sem það eina sem að, sko, var þannig laust og eftir þess. Já, í Vatnarskógi. Þórður Möller var þá hann var nú sko geðlæknir, þannig að hann var nú kannski ekki sérfræðingur í mislingum, en fór alveg hamförum yfir því að það er einangra mann og helst að koma í burtu. En þetta var sem sagt niðurstaðan og þá kynnist ég fyrst sem sagt séra Friðrik og bara mjög þægileg og góð nærvera. Og það upplýði ég alltaf, og ég get kannski sagt frá því í framhjáhlaupi að sjálfsögðu fannst fólki það mismunandi þegar að sem sagt verið að taka utanum og kissa viðkomandi, eins og séra Friðrik var dýtt og þreifað eftir hann var blindur og þá var hann að þreifa á viðkomandi, sem sagt andlitinu og til þess að gera sig grein fyrir hvernig viðkomandi lítur út eins og blind fólk gerir það. Við getum tekið Helen Keller sem var minni með Nóbelsverðlaunahafi. Að þetta var akkurat það sem hún gerði. Hún vann mjög mikið fyrir blind og vakti athygli á þessum atriðum. Góður vinur minn sem að fór með mér í KFUM og Friðrik tók í fangið, honum líkaði það ekki og hann kom aldrei aftur. Ég meina Friðrik gerði honum ekki neitt. Nei. En bara þessi snerting og þessi nánd var ekki honum að skapi og þannig er það með okkur að við upplifum hluti með mismunandi hætti. Telurðu þá að það sé verið að fella dóm yfir manninum eitthvað sem hafi gerst en sé í raun og veru bara undir annari mælistiku í dag? Eða er þetta orðin einhver ofur viðkvæmni eða hvað er það sem að veldur þessu? Já, ef við förum í gegnum líf og ævistarf séra Friðriks, að þá nefnir þú eitthvað sem gerðist þegar hann var ungumaður. Hvað síðan er það sem að þessi rannsókn séra Bjarna og Sigrúnar lítur að og umtalið í því er það sem að gerist eftir að Friðrik er sjónskertur blindur maður. Hvað gerist í millitíðin? Býtu það nú akkurat þau ár sem að sko menn þá kannski ef þeir hafa einhverja kynferðislega tilburði að það er akkurat þau ár sem að kannski skera úr. Nú, hvaða saga er sögð af séra Friðrik á þessum 50-60 árum sem líður þarna á milli? Ekkert annað en það að hann er æskulisleiðtogi, hann er virtur af öllum og allir forystumenn í íslensku samfélagi standa saman það að það sé bara sko hneisa, það sé ekki til stytta af honum og þeir binda samtökum það að reisa þessa styttu. Og það eru menn eins og Ólafur Thors, það er Einar Olgeirsson sem þá er forystumaður Sósíalistaflokksins, það er Gylfi Þ. Gíslason, það er Sigurbjörn Biskup, það eru allir forystumenn og fyrirmenn þjóðarinnar sem standa þess að fara fram á það. Þessir menn hefðu aldrei gert það, hefði verið einhver kvittur uppi það að séra Friðrik væri að leita á ungmenni eða annað fólk eða eitthvað slíkt væri upp á borðinu. En var slíkt í þessa dag ekki einmitt þaggað mjög niður? Höfum við ekki einmitt sem samfélag farið aðeins frá svona þessari þöggun eða það sem að lokin er haldið bara eilíflega á pottinum? Ég meina, séra Friðrik er í nánu sambandi við mikinn fjölda drengja í gegnum sitt líf. Það er engin saga sem lítur að einhverju ósammeilegu hans fari á þessum tíma. Við höfum fjölda mönnum sem að sko voru foringjar, störfuðu mjög náið með séra Friðrik, aldrei kemur nokkuð fram hjá einum eða neinum, hvað sem að þöggun líður. Við sem að höfum bundið samtökum sem að fannst þetta mjög ómaklega vegið að séra Friðrik og þekktum hann, milli 50 og 60 mann sem hafi verið að hittast og segja að við viljum leiða sannleikan í ljós. Við kynntust honum. Ég meina, hann tók marg okkar í fangið. Séra Halldór Gunnarsson í Holti, hann lýsir því í grein sem hann skrifaði í Morgunblaðið, að séra Friðrik hefði farið höndum mann eins og blindum mönnum er dýtt eða sjónskertum og fer síðan með hann út í kapelli í Vatnarskógi. Þeir eru tveir einir saman og þar sem hann fer með Guðsorð og blessar hann og við vinnum að sagt að kista hann á ennið í framhaldinu. Þeir labba síðan tilbaka frá kapellinu inn í skála. Það var ekkert kynferðislegt, ekkert óveðilegt sem að það átti sér stað.
menn hefði getað í sjálfu sér búið til einhverja sögu það, séra Halldór að segja þetta frá fyrstu hendi. Nú ég ætla að nefna annan nafn, það er séra Valgeir Ástráðsson. Ástráður Sigursteinsson pappans var forystumaður í KFUM og formaður í lengi vel. Þeir eru miklu vinir séra Friðrik og Ástráður. Hann fær séra Valgeir, sem þá var ungur drengur, til þess að koma til Friðriks daglega til að lesa fyrir hann úr blöðunum af því að séra Friðrik var hann sjónskertur. Já. Bæði, Ástráður hefði náttúrulega ekki verið að setja son sinn ef það hefði verið eitthvað kvittur upp þetta sem að þú varst að tala að það hefði geta verið. Nú og það liggur fyrir að séra Valgeir getur lýst því og lýsir því að hann allan þennan tíma sem hann í nánu samskipti við séra Friðrik, aldrei nokkuð tíman var nokkuð óeðlilegt að ræða eða hann var við það að slíkt var að ræða og hann sennilega sá núlifandi maður á Íslandi sem hefur verið í hvað nánustu sambandi við séra Friðrik Friðriksson síðustu æviár hans, akkurat á þeim tíma sem að rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttir og séra Bjarnar Karlssonar tekur til eða átt að taka til. Ég náttúrulega þekki það ekki hvernig rannsóknarvinna þeirra var gerð, en þau auglýsa eftir meintum fórnarlömbum. Þau auglýsa eftir meintum fórnarlömbum. Og hvað skildi nú geta komið út úr því fyrir menn í dag, eða það var allt í einu hengtur upp á kross og sagt, þið sem eigið einhverjar sakir garðandi þessum mönnum, viljið ekki verið svolítið að koma með þá. Það myndi nú koma sjálfsagt bæði réttar og þó kannski meira fölskum minningum upp úr því. Ég tala nú ekki þegar viðkomandi er búin að vera látin í 60 ár. Þessi rannsókn byrjar, þá er maðurinn búin að vera látin í 60 ár, hugsaðu þér. En kom að þér vitandi eitthvað út úr því, komu fleiri mál sem að vörpuðu ljós á einhvers konar hegðun sem að fólk að túlka á þennan vegið annan? Við sem að þekktum hann og höfum verið að hittast, við höfum ekki getað fundið eitt eða neitt. Það sem að verið að tala það er aldrei verið að tala það að Friðrik beiti einhvern nauðung. Það er aldrei verið að tala einhver gróf kynferðisleg ávirðingar á hendur séra Friðriks. Hvað er það þá? Það er verið að tala eitthvað svona káf eða kukl eftir að maðurinn orðinn blindur. Og semst aldrei nokkuð tíman fæst, nú ætlum ég að benda á, umræðan fær flug eftir bók semst að Guðmundar. Síðan kemur fólk eins og Egill Helgason sem að fer nú svona að dylgja eitthvað og síðan Drífa Snædal. Þau eru bara í það sem við getum kallað bæjarslóður. Þau hafa engar heimildir einar eða neinar fyrir eina eða neina. Síðan er auglýst, séra Bjarni Karlsson, það er auglýst eftir meintum fórnarlömb. Og síðan fer boltinn að rúlla þegar þau, hann og Sigrún, fara að taka saman eitthvað leyniplagg sem að, ég hef fengið upplýsingur allavega að það er ekkert gróft eða svona það sem beinlínis verður tekið til að sé einhverjar kynferðislegar athafnir af hálfu séra Friðriks. Já, nú fór Morgunblaðið á stúfana vegna þess að þessi gögn hafa ekki fengist afhent þar að segja niðurstaða sérfræðinganna tveggja, séra Bjarnar og Sigrúnar. Ég er með það hér. Já, til hamingju með það. Já, það er okkur leggst alltaf eitthvað til á Morgunblaðinu. Það sem vekur athygli mína í niðurstöðukaflanum, þetta er nú ekkert sérlega ítarlegt, að þar segja þau, niðurstöða okkar af eigin gögnum og ofangreindum heimildum er svo að meiri líkur en minni séu á að háttsemi séra Friðriks hafi í sumum tilvikum farið yfir kynferðisleg velsæmismörk gagnvart ungum drengjum og valdið þeim skaða. Þau segja að það séu meiri líkur en minni. Er það út frá réttaríkinu ekki bara einfallega nóg? Meiri líkur en minni á hverju? Hvað er það sem þau eru að segja að það séu meiri líkur en minni? Að það séu einhverjar snertingar sem hafa verið óviðurkvæmilegar. Það er það sem þau eru að tala um. Hvað hafa þau fyrir sér í þessu? Hvaða gögn, er það einhver fjöldi manna sem að sneri sér til þeirra til þess að athuga það? Mér hefur skilist, og það ekki nákvæmlega þeirra vinnu, en mér hefur skilist að þetta hafi verið örfáir sem að sé að ræða og það sé ekkert annað en það að það séu menn
eða aðilar sem að lýsa því að það hafi verið einhverjar óviðurkvæmilegar snertingar. Óviðurkvæmilegar snertingar. Það séu meiri eða minni líkur á því. Býtu, og hvaða afbrot eru það? Býtu, við skulum taka dæmi. Edward Heath var forsætisráðherra Bretlands og það vill nú til að ég hitti hann nú sjálfan á sínu tíma meðan hann lifði og það var nú þannig að hann var sérstaklega ástfanginn af, ég reykti pípu á þeim tíma og var með sérkennilegan svona píputróðar og til þess að skafa úr pípun og svona fleira og hann hafði sérstakann áhuga á því að vita og skoða þetta tæki og það var svona ágætis samtal sem fór á milli hinum megin við hans að Friðrik Sófusson og hann byrjaði á því að spyrja okkur hvernig stendur á því að við vorum á ráðstefnu þar sem voru ungir hægri og íhaldsmenn í Evrópu sem voru þar á fundi í Strasbourg og hann byrjar á því að spyr Friðrik Sófusson hvernig stendur á því að menn að ganga í félög ungra íhaldsmann í dag er það til þess að leita sér að maka eða eitthvað þess áttar en Edward Heath var pippakall Alla tíð og spilaði á piano og þá sagði Friðrik Sófusson já, miðað við eigin reynslum finnst þér að það gefi góða raun að finna maka í röðum sem sagt slíkra félaga nú en Edward Heath var sakaður mjög alvarleg afbrot gegn drengjum býtu, hann var sekur fundinn almenningsálitið fordæmdan málið var tekið til rannsóknar, ítarlegra rannsóknar og hvað kom í ljós? Það var ekki fótur fyrir einu eða neinu. Og þannig höfum við hort á, við getum tekið til dæmis dómaran Kavanaugh í Bandaríkjunum, hæstaréttardómari. Býtu, það eru margar konur, 5 konur sem stíga fram. 4 þeirra hafði hann aldrei hitt. Þannig að þegar þú auglýsir eftir einhverju, býtu, þá getur fólk hugsanlega fundið til eða átta sig á eða talið sig gera það. Ég skal ekkert segja það, ég veit ekki hvað er ræða nema ég átta mig á því að það hefur ekkert komið fram varðandi séra Friðrik sem að sýnir fram á það eða bendir til þess að hann hafi verið með kynferðislegt áreiti gegn fólki. Hann var að káfa á, af því að hann er sem sagt blindur, hann sér ekki. Það er áhugavert í þessari skýrslu sem og við sem erum þarna, 60 mann sem vorum þarna, skóarmenn menn sem voru í val og ýmislegt og hittan kynntust honum. Engin okkar þekkir eitt eða neitt af þessu. Við þekkjum snertinguna, séra Halldór Gunnarsson lýsir mjög nánum samskiptum þeirra. Nú ég þekki þau líka af því sem ég hafði á hann að segja. Aldrei nokkuð tíma nokkuð sem ég get fellt undir það að vera óæðilegt eða sína einhverja kynferðislegar langanir gagnvart ungu fólki. Það er áhert í niðurstöðum eða í þessari yfirferð fulltrúa KFUM að þar er fyrst og fremst vísað í afkomendur manna sem að sögðu fari sínar ekki sléttar eða ekkjumanns en lýsingarnar mjög óljósar, atvikalýsingarnar liggja ekki fyrir. Er ekki þörf á því að fara bara nánar ofan í þetta fá þannig að öll kurl komast til grafar? Það er það sem ég hef verið að gera kröfum. Ég vil í samvinnu við KFUM. Ég tel að KFUM hafi orðið mjög illa á í messunni varðandi þetta rapa að því að fá þessa aðila til þess að skoða málið í staðin fyrir það að reyna að hafa vandaða rannsókn á málinu þar sem að þið sanna kom í ljós af því að það skiptir okkur máli. Séra Friðrik Friðriksson var mikilvirkasti æskulisleiðtogi Íslands á síðustöld. Býtu eftir hann liggja óbrotgjarnir minnisvarðar. Við höfum knattspyrnufélagið Val, við höfum KFUM, við höfum Kallakonin fóstbræðra, við höfum Hauka í Hafnarfirði, við höfum Væringja skátafélagið, bara svona sem dæmi. Býtu margir ungir drengir sem átti ekki möguleika á því vegna fátæktar að komast í eitt eða neitt æskulistarf. Býtu það var fyrir séra Friðrik og það sem hann gerði, sem gerði það að verkum að æskan í Reykjavík og víðar náði það að fá svona, eiga möguleika á því að vera með sínum jafnöldrum og það flokkaðist ekki niður í rík og fátækar. Það er búið að taka styttun á stalli. Ég nefndi þetta með Akranes kaupstað og annað. Ef að niðurstaðan er svo að þetta að málið liggi ekki eins og haldið verið fram, hvað er til ráða?
Er ekki búið að rústa mannorð Friðriks hvort heldur sem Jú, það var eins og með Edward Heath, mannorði hans var rústað. Það hefði verið endurreist. Og við sem sagt, erum lærisveinar hérna, eða sem sagt KFUM-menn og aðhyllumst hérna kristna kenningar, að hérna við náttúrulega metum það sem að Jesús sagði, síðasta sem hann sagði við Pílatus, að hann var í heiminn borinn til að bera sannleikanum vitni. Við erum að leita sannleikans. Við erum ekki að reyna að búa til einhverja líf, við erum að leita sannleikans. Sannleikunum sem við höfum fyrir augunum. 60 mann sem umgengust séra Friðrik voru virkir í KFUM starfi og þess vegna í val. Við höfum þá sög að segja að það var ekkert athugavert við eitt eða neitt sem að séra Friðrik gerði. Jú, það voru nánar snerting, hann kisti unga drengi og hefur kannski farið yfir þau mörk sem að kannski núna eru viðurkennd, en þótti ekkert athugavert við á þeim tíma. Ég var aldrei varfið neitt. Séra Valgeir Ástráðsson, sem að segjast umgengstan, mætti daglega til hans, var aldrei varfið neitt. Séra Halldór Gunnarsson lýsir því með hvaða hætt og hvernig þetta var. Hvað vilja menn fá marga vitnisburði? Hvernig stendur á því að á 60 ára tímabili þá er enginn sem að gerir eitt eða hefur eitt eða annað fram að færa það að framkoma séra Friðriks hafi verið óeðlileg. Þetta mál kemur auðvitað líka mjög seint upp, þannig að mjög stór hópur þeirra sem átti í samskipti við Friðrik á þessum 60 ára ramma sem þú nefnir, bara fólk sem einnig fallið frá. Já, það okkur fækkar. Já, það lífsins gangur. Já. Hefur þú trú á því að KFUM muni taka þetta mál upp? Já, sko, ég bara vona það að þeir vilji líka leita sannleikans. Annað væri á skjön við það sem grundvallar atriði í starfi og áherslu atriðum KFUM. En liggur fyrir formlegt erindi hjá þeim eða hvernig það? Já, nú veit ég að séra Valgeir og jafnvel fleiri hafa komið slíku á framfæri á aðalfundum KFUM. Eitt sem ég velti aðeins fyrir mér, að því að við lifum umbrota tíma í mörgu tilliti. Það er alltaf umbrotatímar. Það eru umbrotatímar alltaf, en eitt af því sem maður fann fyrir og kannski þegar þessi bók Guðmundar Magnússonar kemur út, að þá er þessi slaufunarmenning, þessi vókismi sem mikið verið fjallað á fullu. Það er verið að fella menn af stalli fyrir ótrúlegustu mál víð Evrópu, ef að menn höfðu haft, jafnvel stórmenni mannkynssögunar haft einhver óviðkvæmul ummæli á 17. og 18. öldum þrælahaldið annað, þá skildu þeir víkja af stalli. Ég veit ekki betur en að Nelson flotafóringi eigi helst að víkja Trafalgar torgi að mati margra. Síðan hefur orðið dálítil pólun í þessu. Það má segja að þessi vók menning öll hafi að einhver leyti beðið skipbrot. Er Friðrik eitt af fórnarlömbum þessa, já, við getum sagt músefjunar? Ég tel svo vera, já. Ég tel að það sé engum vafa undirorpið að það sé það og þeir aðilar sem að framkvæmdu rannsókn á vegum KFUM, þeir standa nú þessum vókismann sinna álagt. Svo ég segi nú ekki mikið meira. Nei. En það sko allstað verið að leita að einhverjum kynrænum duldum hjá mönnum. Eins og það til greinum það að í bók séra Friðrik Sölvi, að þá sé eitthvað mjög óeðlilegt á ferðinni. Og ég meina, ég las nú Sölva á sínu tíma, ég er nú búin að gleyma megin hlutan, en allavega það var ekkert þar sem angraði mig eða kom mér eitthvað eða fannst eitthvað óeðlilegt á þeim tíma. Ég verð að segja, ég las bók Guðmundar Magnússonar og það vakti eftirtekt manns, þessi samskipti og skrif milli hans og annara ungra manna á þeim tíma. Mögulega hefði mátt fella það í nútímanum undir einhvers konar samkynhneigð, en varla eru KFUM og allra síst séra Bjarni Karlsson að fordæma slíkt. Nei, enda sko veit ég ekki til, sko ég satt að segja veit ekki til að sko það sé neitt handfast í þessari rannsóknum einhverja kynferðislega misbeitingu. Og ég veit ekki neitt annað með við það sem ég hef heyrt, sko, þá veit ég ekkit annað en það að það sé bara verið að tala að þegar blindur maður er að fara höndum unga drengi og síðan sko kossar eins og ég meina sko
það var það sem allir vissu og hann tók strák í fangið og kisti þá og annaði þeimtúr. En kallar það á fordæmingu? Já, sko, nú verður sko nútíminn að segja til það. Ég reyni eins og ég get að tilheyra honum og ég segi það, mér finnst það ekki vera, sko, með vel að meta það og það var náttúrulega sko framganga séra Friðriks og vilji til þess að gera ungum drengjum gott var það sem að einkenndi og mótaði allt lífslaupans og það að búa til einhverja svona sögur eitthvað sem á hafa gerst eftir að hann orðinn blindur og hérna það að það sé eitthvað óeðlilegt. Sko, það með að mínu viti algjörum eindæmum og það að það sé gert og bæði að KFUM, Valur, borgarstjórnin í Reykjavík skuli hrapa því, borgarstjórnin í Reykjavík að taka styttun af stallu og annað án þess að fullnægjandi niðurstað og rannsókn liggi fyrir, það finnst mér ekki sæmandi. Við eigum alltaf að gæta að réttaríkinu að það engin sekur fyrir að sekt hans hefur verið sönnuð með eðlilegum hætti af þeim kröfum sem að réttaríki gerir. Séra Friðrik sagði láti kappið aldrei bera fegurðan og ofurliði. Akkurat. Þegar maður les niðurstöðu séra Bjarna og Sigrúnar þá velti maður fyrir sig hvort ekki hefur rétt að segja látið kappið aldrei bera sannleikann ofurliði. Það nefnilega akkurat málið. Þakka fyrir komuna, Jón. Sömuleiðis, takk fyrir stöðan. Fámig. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn, en ég vil þó í lokin minna ykkur á bókaklúbbinn okkar góða. Við erum þessa dagana að fara í gegnum Kúbudeiluna 1962 eftir Max Hastings. Það ótrúlegt að fara í gegnum þetta rit og eiginlega með gleraugum samtímans og þess sem við erum að horfa upp á í samskiptum þjóða í milli Bandaríkjaforseta, Rússlandsforseta og nú síðast þessi óskaplegu átök í Pakistan og Indlandi, þar sem fjölmennasta og 5. fjölmennasta ríki veraldar berast á banaspjótum. Hvet ykkur til þess að gangi í klúbbinn á heimasíðu spursmála á mbl.is og vera með okkur í þessu góða verkefni. Annars býð ég ykkur góðrar helgar og hlakka til að sjá okkur hér að viku liðinni.